Já, gott að vera komin aftur hérna í svona eðlilegan tíma. Við erum ekki alltaf í þessu morgunbröldi hérna í þessu upptökum. Tala fyrir sjálfa þig. Nei, ég er nú reyndar alveg svolítið þreyttur núna, sko. Ég er búin að vera að brasa í allan dag og í allan gerdag. Já. Hvað varst þú að brasa helgina? Nei, ég var að brasa í þarna í húsinu, sko. Já, einmitt. Og maður setur einangrun og setur upp veggpanel og hérna djöfis bara bra, sko. Þannig að maður er svolítið þreyttur á því, sko. Já. En nú er þetta alveg að vera tilbúið hjá okkur, sko. Já, það er flott. Kannski næstu helgi að vera þetta komið, sko. Já. Ok, og reyndir að senda mér sér myndir á Snap. Já. Hörru, þú sendir mér eitthvað gott Snap í dag. Já, fannst þetta ekki fyndið, maður? Þetta er ekki svá áfellisdómur, maður. Vorosílov, já. Einmitt. Hvað bók var þetta? Stalin's Generals. Já. Hann pikkaði þetta upp á í bókabúð á Spáni. Þetta var svona létti lesning í flug. Já. Sko Vorosílov er hérna þarna var stöðut að sína með bók sem með mjög svona slæmum dómum með mannin. Maðurinn hafði ekki gert neitt rétt alla æfina og það er svolítið bara svona mynd sem maður hefur af Vorosílov, sko. Já, einmitt. Að hann hafi verið bara gert það sem Stalin. Já. Einmitt. Og það er sérstaklega áhverð að þetta, þú veist, sérfræðingur í þessum manni, þú veist, eins og hann segir, þú veist, það er maður búin að lesa sko 1000 skjala og bara þetta er nýðustafa, þetta er eftir, þú veist, lífsstarf mitt að rannsaka þannig mann, hann var fáviti, þú veist, það bara þú veist, hugsa sér, þú veist, þetta er ekki bara einhver svona random gaur sem er að segja það eða eitthvað, þú veist, þetta er bara svo, þú veist, ég er sérfræðingur í þessu og bara, þú veist, maður má fíbl. Pældi því samt að eyða öllur æfinu í að stúdera eitthvað svona einn mann. Það er ótrúlegt. Eins og lengra í kaflanum, sko, hann til að skrifa þér hérna sjálfsæfisögu Vorosílovs. Hugsaði allir, þú veist, hann las hana og talaði þetta var, þú veist, alveg hryllilega leiðileg lesning, það bara endar þessi svona marxísk hugtök og svona típisk eitthvað típist svona fylgja flokkslínuninu og allt þetta. Ekkert substans í þessu. Nei. Þetta var áhugavert. Hörðu, hvernig var svo í Al-Andalus? Já, gaman. Það var flott veður, það var kalt þarna fyrstu helgina en síðan kom sumarið, þannig að við vorum ekki bara í svona 27 stiga hita, sól, hálfskýjað á köflum. Fórstu til Córdoba? Nei, ég fór til Granada og Malaga. Córdoba var 3 tíma frá okkur. Ég er fangi á Malaga. Ég er líka búin að heyra þetta. Þetta er alveg söglar í höstum og hvers skemmt ég heyri minnst af Malaga. Þegar ég kem heim frá Malaga þá verða allir spinnegal. Þetta er svo geggja. Þetta er húmor, maður. Þetta varst þú eftir þessu. Elva þekkti þetta ekki. Og líka kartón og sígarettum seti pókan í. Ekki? Það var þetta, maður. Já. Það var gaman líka. Malaga er flott borg. En sástu ykkur svona múslimskar rústir? Jú, ég fór að skoða þarna Rauðavirkið. Já. Alhambra. Og rölti þarna Granada og miðbæinn og sko þarna alltaf kirkjum og svo í Malaga er líka virki svona höll er svona eitt besta dæmið svona hvað var að segja, svona muslimst virki frá þessum tíma á hámiðöldum. Það var bara svo löng röð þangað inn, þannig að ég fór nú ekki inn í það en ég sá það utan og sá þetta líka rómverskt leikhús og svona, þannig að þetta var nú gaman. Og svo var þetta líka svo skrítið á Spáni, sko, ég ætlaði að reyna að fara á safnið þarna í Malaga, en ég var þarna mánundi og það var lokað á mánundi. Já, það er alþjóðlega regla í safnaheiminum. Og það vissi ég nefnilega ekki. Þau eru alltaf lokuð á mánudu.
Já, ok. Það er búin að læra það. Segðu mér að þið viljum að tala eins hérna Austurríki og fyrir heimstyrjöldun og svona. Já. Hafði þú ekki einu sinni verið í Serbíu? Jú. Verið í Belgrad. Einmitt. Það er mjög skemmtileg borg. Mæli sérstaklega með Belgrad. Já. Og ég er mjög hrifinn af Serbíu, sko. Mér langar mikið að fara aftur. Ég er mjög hrifinn af bara Austur-Európu. Mér langar að ferðast meira þar. Já, alveg sammála. Mér langar óbúslega mikið að fara til Ungverjalands og Rúmeníu, Transilvania og svo langar mér alltaf rosalega mikið að fara til Galísíu sem er þá, Pólland, Úkraína. Þú ert alltaf að ferðast. Það er gaman að sjá hans heiminn og líka þegar ég er að lesa svona söguna, það er gaman að geta farið og sjá líka svo hluti og ímynda sér, eins og núna ég var á Spáni, ímynda sér, þarna, kannski tókuður land þarna, einhverjir márar og arabar til þess að leggja undir sig Spán og það er svo ótrúlegt, í þessum hæðum þarna var barist eða þetta virki eins og þegar ég skoðaði núna þarna rauðavirki í Granada og hugsaði hvernig hefði verið að vera sko einfaldur bændastrákur pressaðarinn í herinn og svo gjörðu svo vel, nú er þetta ráðstótt að virki þarna og svo er ykkur þar ofan að kasta grjótíð og helli við olíu, þetta er svo surrealist og svo stendi ég þarna sem ferðamaður og er að lesa þetta, mér til ánægðu vindisöka. Það er mjög, það voða sérstakt þegar maður er svona á þessum svona söguslóðum eins og við höfum líka talað og sögustöðum. En ég var ekki, held ég ekki búin að segja frá því að ég er að fara til Vínar í sumar. Aha. Já. Bara núna í júlí. Já, ok. Í hvað, bara í frí með fjölskyldunni eða vinnutengt? Já, og ég meina hvað er maður annað að fara að gera í ykkur evrópsku stórborg í júlí annað en að vera að fara í frí. Já, reyndar. Ég er bara svo litið þar að ég hef aldrei sérstaklega verið í fríum sko í þessum almenna frítíma. Nei. Þú veist, júlí. Býtu. Af því ég hef svo oft getað farið náttúrulega utan, þú veist, eins og núna, þá fórum við náttúrulega til Spánar og ég var reyndar búin að skipulegja núna líka frí á næsta ári. Þá ætlum við að fara til Ítalíu og þá ætlum við líka að fara í maí. Já. Þannig að ég er að reyna að fara svolítið svona utan annað tíma. En hvað verður þið lengi? Við verðum í viku eða eitthvað líka, 10 daga eitthvað líka. Það verður gaman. Og svo reyna að fara eitthvað sko. Þú veist, fara sko allavega til Bratislava. Já, það verður ekki ekki. Og svo kannski getum að farið í því hvort maður reynir að fara eitthvað mikið. Það er alveg strax orðið svolítið langt sko. Það ætlar að fara mikið lengra það en nú ætlar að spæja að fara að skoða Linz, Innsbruck. Já. Innsbruck, það er ekki eitthvað sem stöðum hann í kring. Já, það er gaman. Mér langar rosa mikið að fara til Austurríkis líka, ég hef aldrei farið. Bráná am inn. Nei. Já, það er mikilvægt að koma við þar. Votta virðingu þína. Pílagrísferð. Pílagrísferð. Kekkan. Varstu búin að sjá tölvupóstinn sem okkur barst? Nei, ég hef ekki búin að skoða það. Okkur barst ágætis tölvupóstur frá góðum hlustenda. Ok, já. Hann segir ég var að hlusta á þáttinn ykkar Konstantínus mikla og þá heyrði ég alveg mjög svo óþægilega staðrendavillu, eða svo ég held. En hann nefndi borgina Nova Roma eða Nýja Róm, en svo var hún nefnd Konstantínópolis eftir dauðans. Þetta var sérst ekki hans eigin hégómi, en það tíðkaðist nú yfirleitt ekki á rómverskum stórmönnum að nefna staði eftir sjálfum sér. Heldur voru aðrir sem nefndu staði í höfuð á öðrum, en mér skjátlast ekki. Eins og ég skilða þá voru bara vitfinningar eins og Commodus sem gerðu slíkt. Já. Þannig að gerði Commodus það? Ég þekki það ekki. Nei. Já, ég bara eitthvað ekki. Hvað borgati þessi? Já, ekki hugmynd. Commodora. Já. Nei, þetta er góð punktur. Ég held að það sé alveg rétt að hún hét bara Nova Roma í byrjunni sko. Svo var það breytt yfir í Konstantínópolis. Já. En ef það er rétt sko, þá er það svolítið svona svolítið svona óábyrgt og svona endurtekning af frösum líklegast
þegar fólk einhvern veginn alltaf að segja þetta með að Konstantínus mikli hafi verið svo mikill að hann hafi skýrt borginu höfuð að sjálfu sér og svo kannski er það bara mýta eftir allt saman. Það er spurning sko, það getur alveg verið einmitt eina af þessum mýtum sem er endurteknar sem að bara svona gengur út frá samþykki bara einmitt. Nei, það er gaman að þessu að gera gaman að fá leiðréttingar frá glöggum hlustendum. Já, það er alltaf gott en sko maður passa alltaf á Wikipedia líka en þú veist, ég bara slóði þetta fljótt upp sko. Jú, hérna officially Nova Roma during this time the city was also called Second Rome and Roma Constantinopolitana. Já, einmitt. Það var, þú veist, Konstantíska Róm en það spurning, þú veist, jú, hann nefnir hann officially Nýja Róm, Nova Roma, ok hvaðan kemur þá þetta Konstantinopolitana fengið það nafn seinna. Nei, during this time á sama tíma þá var hann líka kölluð það sko það sé hann líka segja hann hérna sko að hann ekki heimild fyrir því að borgin var líka með fullt af sko gælunöfnum annars. Jú eins og þarna Indabú eða hvað það var Indapúl sundlega borgin. Ég með sundlega borgin en Basilevusa þú ert að bera það fram sem vaff held ég þú segir Vasilevs eða eitthvað líka. Ég er svo lélegur sem gríska framburðum að ég nefndi aldrei að læra þetta almennilega. Það er maður ekki að fara að kíkja á grískuna aðeins. Jó, maður þarf að gera það. Megalopolis og Polis og eitthvað þannig. Ég veit ekki, það maður getur örugglega að fara í saumar á þessu sko, það getur vel verið, þú veist, ég myndi náttúrulega rétt, þú veist, ég myndi heyrt þetta Nova Roma, að hún hafi heitið opinberlega, en ef hún á sama tíma er strax fara að kalla hann, þú veist, Konstantinópel, eða eitthvað það svipað, og spurning hvaðan það kemur, og maður veit aldrei líka með svona áróður, jú, keisarinn segir eitt, en síðan leifur hann öðru að fljúga, því að, svona eins og með Ágústus, þú veist, hann gerði í því að ekki vera svo konungur og þannig og spila á lýðræðið og afhenda völdi til senatsins og allt svona en þegar maður læra mistingum Caesars en veist, hann var samt auðvitað bara konungur og Caesar og allt þannig. Einmitt. Já, en eini það er flott að fólk sé að benda á. Einmitt. Heyrðu, eigum við að gera þetta í gang? Endilega. Þetta er líka náttúrulega spurning náttúrulega með júlíkrísuna, þú veist, upphaf fyrir heimstyrjaldar er náttúrulega líka alveg efni í þátt fyrir sig. Algjörlega. Getur maður stemt að allir að fara í meira í saumar á því sem sekundu setna, allir sem er áhugaverð bók hérna The Russian Origin of the First World War. Já. Það var mjög skemmtileg bók. Sleepwalkers líka langar mig að lesa. Já, ég mitt. Líka þú veist áhvert að tala um mismjöndi, þú veist, kenningar eins og líka hann hérna A.G.P. Taylor, heitir hann það ekki? Hann er alveg snarkeðugur maður. Já, en það er áhugaverð hans hugmyndum og það hefur verið þessi train tables sem stýrðu þessu. Pældi. Það var pointi bara svona mismöndi, þú veist, sögu kenningar. Já. Nei, mann bara eftir þessari bókana sem hann skrifaði þarna 1945. The History of the German People eða eitthvað líka. Já. Sem er svona fræg. Já. Og svo þurfa að lesta þessa bóka bara sem að hann er bara drulla yfir ykkur þjóð. Já. Ég lesi þessa bók. Og ég pældi þér um þessu þýskur sagfræðingur myndi skrifa svona sögu Englands. Já. Bara með þessum tón. Fólk myndi segja að þetta væri bara eitthvað djöfisins áróður og eitthvað svona sko. Hvað þá myndi skrifa þessa bók eða svipa á bók sami tónn yfir til dæmis hvað við segja Japan eða Kína eða Eþíópíu eða eitthvað slíkt. Já. Hörru, kerum þetta í gang. 3, 2, 1.
Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpi söguskoðun. Andri Jónsson heit ég. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég. Við erum umsjónarmenn hlaðarpsins söguskoðun sem komið hér saman í dag enn á ný til að ræða saman sagnfræðileg málefni og annað því tengt. Við vorum hér í síðasta þætti að tala Oppenheimer Já, og sprengjuna. einmitt. Varstu búin að jafna það á því? Já, ég er búin að jafna mig á því. Ég sökti mér alveg þvílt í það maður. Það er alveg bara ekkert sem má. Ég var alveg heltekir á þessu efni. Einmitt. Og þar á undan vorum við í fornöldinni en við ætlum nú að halda aðeins áfram á 20. öldinni. Í þættinum í dag við ætlum aðeins að tala Austurríki Ungverjaland og við ætlum aðeins að tala fyrri heimsstyrjöldina og eitthvað svona suðpott af þessu tvennu. Við tölum Austurríki Ungverjaland eða Austurríki hér fyrir nokkrum þáttum síðan, manstu, þegar við tölum nasismann og fasismann í Austurríki og það var áhugavert að stúdera svolítið það, hvernig þessi ríki sem urðu arftakar Austurríkis Ungverjalands tókust á í nýjan veruleika eftir fyrri heimsstyrjöldina, en það var auðvitað fyrri heimsstyrjöldin sem varð banaspjót þessa forna Habsborgararíkis. Já. Það var svo sérstakt fyrirbrigði þegar einmitt eins og þú kallar það Habsborgararíkis, því sko Austurríki til dæmis var ekki til undir því ríki og þessar þjóðir, einhver þjóðuríki voru náttúrulega ekki til. Þetta var Habsborgara fjölskyldan, þessi gamla keisarafjölskylda sem var megin stóðin í þessu ríki og hélt þessu öllu saman og það var hollusta fyrst og fremst við það fyrirbrigði, við keisarafjölskylduna. Jú. Þar sem að Habsborgararnir í gegnum 100 ára höfðu sankað að sér hinum með þessum krúnum eins og krúnu því sem hluta til Austurríki eða krúnu Bæjarlands og krúnu hans heilags Stefáns í Ungverjalandi og slíkt. Já. Og eins bara þess að skjóttegn þetta Austurríki Ungverjaland, mér finnst þetta svo áhugavert líka þessu hugtök eins og þetta að það var ekki almennileg svona formleg nöfni mikið og svo til dæmis eitt af því sem var notað það var að tala Cisleithania og Transleithania. Þetta er náttúrulega á ensku, eitthvað svipað á þýsku og það var þetta eiginlega bara leita áin og þá séð frá Vínarborg sem vestamegin við ána, þá er þetta eiginlega bara löndin sem eru megin við leita ána og svo löndin sem eru hinum megin við leita ána, það sem Ungverjaland það er hinum megin. Já. Og þá hvað Tékkland og Austurríki, Slóvenía er megin við ána. En þetta auðvitað úr svipað og Rómverjarnir voru með. Það var Gallia Transalpina og Gallia Cisalpina megin. En það er nefnilega líka gott að nefna það því að Gallia er ekkert bara Frakkland, því Gallia var líka öll norður Ítalía. Svo allt sagði kringum Mílanó og allt það var Gallia áður fyrir. Já. Þetta auðvitað einmitt, Austurríki Ungverjaland og náttúrulega svona tvöföld krúna á þessum tíma sem að Austurríki Ungverjaland fer í fyrir heimsstyrjöldina og þeim tíma sem Austurríki Ungverjaland fellur. En auðvitað þetta náttúrulega hið gamla austurríska keisaradæmi fram til 1867 sem að þessi breyting á sér stað að þetta tvistrast svona upp ásglæh eða er ekki hugtaki sem notað þann atburð eða þann gjörning meini það. Hvað er orðið? Málamiðlun, eða ekki málamiðlun sem að það þýðir eða eitthvað í þáttina og það má auðvitað segja að kannski Austurríki Ungverjaland sé svona síðasta mynd heilaga rómverska ríkisins þó svo að það sé þetta ekki það en það er svona síðasti arftaki heilaga rómverska ríkisins, það má kannski segja það. Því að auðvitað Habsborgara Austurríki var náttúrulega miðpunturinn í því forna batteríi. Einmitt. Og líka gott nefnir að því það sín að því að sú arfleið hafði náttúrulega líka áhrif á þetta keisaradæmi sem var rosalega gamaldags að ýmsu leysi, formfast og horfði voða mikið aftur í tíman.
og eftir ég fara meira sauman á því þetta setna, þú sér það náttúrulega líka til þess bara í hernaðinum og slíkt og það hluta því líka af hverju mér finnst þetta fyrirbrigði Austurríki-Ungverjaland sérstaklega áhugavert og ég eitt af þessum sögutímabilum og ríkjum sem mér finnst þetta skemmtilegast að lesa maður finnst langa áhugaverðast, það einmitt Austurríki-Ungverjaland svona á tímabilinu 1890 til 1920 það eitt af mínum uppáhaldstímabilum. Já, veistu, ég með kenningu af hverju það Já. Og það vegna þess að þér finnst það framandi. Já, það stór hlutaði. Vegna þess að Austurríki-Ungverjaland draugufortíðar eða sko birtist sem draugufortíðar við upphaf 20. aldar. Orð sem mjög oft notað til að lýsa Austurríki-Ungverjalandi í fyrri heimsstyrjöldinni eða á 20. öld anakrónískt ríki, anakrónískt. Það orð sem þú sér dúkka upp aftur og aftur í bókum og umræðum Austurríki-Ungverjaland. Algjörlega. Það kallað anakrónískt. Eða þá að það sé sagt að fólk hafi litið á það sem anakrónískt. Og það þá þetta alveg örugglega annarkvort komið frá eða gert svona immortaliserað af Woodrow Wilson sem að notaði held í þetta hugtök, var það ekki? Hann allan að hata Austurríki-Ungverjaland. Já. Og fannst örugglega gaman að sjá það brotna upp í Versala eftir fyrir heimsstyrjöldina. Og það bara líka það sem ég finnst svo áhort á Austurríki-Ungverjaland vegna þess að það eftir að fyrir heimsstyrjöld gekk svona illa og Austurríki-Ungverjaland auðvitað tapar, þá voru einmitt margir sem vilja leysa þetta ríki upp, þannig að það leyst upp. Og hver síðan afleiðing þess? Jú, það ekkert nema hryllingur og blóðbað og vosbúð og ömurlegheit og allt sem koma eftir Austurríki-Ungverjalandi var svo margfalt verra heldur en Austurríki-Ungverjaland sjálft. Já. Þú veist, efnaðslega séð fjöldamorðin, borgarastyrjaldirnar, fasismin, kommunismin, allt saman. Það líka svo áhugavert því að það hluta því okkur finnst þetta svo merkilt fyrirbrigði, af því þetta svo gott dæmi það þú veist ekki, þú gerir ekki grein fyrir því þú gerir ekki grein fyrir því hvað þú áttir, hvað þú með fyrir þú mist það. Já, engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur. En það einmitt þetta líka að sko Austurríki-Ungverjalandi svo við höfum alveg komið það svolítið að þetta Austurríki-keisari dæmi, við komum svolítið að þessu í umræðum okkar í hlaðvarpinu, við tölum Krímstríðið, evrópska konsertin. Austurríki spila alltaf svolítið svona hlutverk sem þessi þú veist milliliður einhvern veginn svona þessi stóð fyrir þetta gamla stabilitet valdajafnvægi, miðlamálum, þú veist, þeir gátu stóðu fyrir svona herramannslegan konsert. Einmitt. Og það líka þessi anakronismi, því þú sér þetta líka rétt fyrir heimsstyrjöld. Austurríski-ungverski herinn, þeir voru einhvern veginn í allt öðrum pælingum með margir aðrir. Þú veist, það lifði ennþá þessi gamla svona herramannshernaður sem horfði einhvern veginn aftur í einhver romantískum augum á hvað við segja svona hernað 19. aldar og líka þú veist úr með hvað segja svona þetta íhaldssama gamaldags samfélaga sem að menn voru mjög uppteknir af búningunum og titlunum og borðhaldi og titlum og líka þú veist það sem að kalla á ensku svona high society og þú veist, allt þetta líka svo framandi, allt þessi formfesta og svo líka hvað Austurríki-Ungverjaland var framalega samt líka í ákveðnum vísindum og menningu og slíkt eins og til dæmis bara það er margt að segja og mestaði neikvætt Sigmund Freud en það er ekki tilviljun að hann kemur frá Vínarborg. Margt að segja mestaði neikvætt Já, það er alltaf Sigmund Freud er alltaf bara gervivísindi og rugl og þvættingur en það er önnur saga frumkvöðull í honum. Já, það er það sem líka svo sorglegt þetta er allt hugmyndir sem hann tók frá öðrum og hann er ekkert frumlegt hann sé frá honum, ef það er eitthvað frumlegt það var allt vitlaust en allavega það er önnur saga, en líka þú veist bara eins og þessi Vínarhópurinn þú veist með positivisman, þú veist, það átti bara að vera raunvísindi og það enda öllri frumspeki og þannig í burtu og mikið eðlisfræðingum og fullt af
hinn og þessu sem var í gangi í Austurríki Ungverjalandi líka, þú veist, líka með Stefán Zweig jú. og þú ert með tónlistamenn og hitt og þetta. Já, þessi tónlist, öll klassíska tónlist og Já. óperan, Vínaróperan og þetta allt alveg bara legendary dæmi, sko. Já, en það var náttúrulega Vínarborg náttúrulega, þú veist, ótrúlega borg einmitt út af því að þetta var þessi mikla höfuborg svona lengi. Já. Og þessi er náttúrulega líka sérstaklega áhugavert líka, þú veist, þetta fall, Jú. þú veist, hvernig þessi síðustu ár þessa ríkis voru síðan. En áðunum fyrir heimstyrjöldina, mér langar aðeins að drepa hérna á Austurríki Ungverjalandi almennt, af því að sko ég held að sé mikið ég held að Austurríki Ungverjaland hafi alltaf mjög haft svona frekar neikvæða ímynd í hugum fólks og sagfræðingar hafa verið að skrifa oft svolítið neikvætt það. Já. Og einmitt út af því að það var svona anakróníst, það var dæmt til að falla, hlutverk þess var lokið og það er auðvitað alveg rétt. Ég meina, þetta var tími 19. öldin, síðarluti 19. aldar og fyrirluti 20. aldar tímabil þjóðernishyggjunnar og þjóðríkjanna. Og þú veist, við ætlum að tala hérna einhvern tímann sjálfstæði Íslands, til dæmis og sjálfstæðisbaráttuna, það er mjög eðlilegu hluti af hvað maður segja, bara tíðaranda 20. aldar að ríki eins og Ísland séu sjálfstæð ríki. Einmitt. Og að fólki finnist það að vera eðlilegt. Þannig að þú veist, að því leitinu til verður svona ríki anakrónist, þannig ég er ekkert að segja að það sé ekki að það sé rámt að kalla anakrónist. Hins vegar held ég að það séu auðvitað með þetta málefni svo allt annað í sagfræðinni, að það eru margar leiðir til að skinna köttin, eins og maður segir. Það segir það kannski ekki. Skinna köttin. Það eru margar leiðir til að flá köttin. Flá köttin, jú. En ein þeirra er að til dæmis þessu bók sem ég var að lesa hérna eftir sem var nú frekar gömul með sem var frá 1989, mann nú ekki nafna höfundunum. Já. Sem skiptir svo mikið öllu máli, en sem bara sem dæmi ólíkar hugmyndir og sjónarhorn að sko þar er talað skiluru Austurríki Ungverjaland á 20. öld var velfungerandi ríki. Þú veist, og það var með alveg frekar þróaðar stofnanir. Stjórnsýslan var bara frekar svona velfungerandi og þú veist efnahagskerfið var bara ok. Þú veist, menntakerfið var bara ok. Og auðvitað stóða frammi fyrir miklum áskorun með þjóðernishyggjunni að vera svona fjölþjóðlegt ríki á tímum þjóðernishyggju. Þá var það alls ekki þannig að 1914 voru allir bara að bíða eftir því að þetta ríki fjalli. Nei, þvert á móti. Það var ekkert sem að bent eitthvað sérstaklega til þess og það er kannski líka þannig að þú getur sagt eins og 1980 eða 85 var enginn að segja skiluru, við erum að bíða eftir að Sovétríkin hrynji. Þvert á móti, fólk bara leita á það sem bara eðlilegan hluta daglegu lífi og það hefur verið eins með Austurríki Ungverjaland. Og til dæmis þú sér það meira sér bara með herinn að í gegnum þessi 4 ár sem styrjöldin varði að það var ekkert meira liðhlaup í til dæmis hersveitur sem var með mikið á Rúmenum eða Tjekkum eða hvað það var og allar þessar þjóðir það syndu kallinu og börðust fyrir því að verja Austurríki Ungverjaland og keisara fjölskylduna öll þessi ár. En svo líka annað í þessu sko að stjórnkerfið ég getur sagt sko stjórnkerfið Austurríki Ungverjalandi var þú veist gamaldags og alveg rosalega mikið með hefðum og hirðsíðum og allt þetta en það er samt alveg ákveðin svona stöðuleiki og svona ég ætla ekki að segja kannski lýðræðisvæðing beint en svona þú veist það er alveg svona hægt og rólega miða við lönd á þessum tíma 19. öldinni er svona hægt og rólega að vera að færa sig í átt til aukins frjálslindis og lýðræðis og svo ég ætla ekki að segja Austurríki Ungverjaland að vera eitthvað lýðræðisríki en þetta var samt skiluru bara svona eins og kannski þú áttir að búast við af svona ríki í Mið-Evrópu á 19. öld sko og keisarinn var með fullt af ráðherrum og ráðgjöfum og
og þú varst með þing sem setti lögin og þannig að það svona alveg verið að færa sig í þessa svona þingraðis átt sko. Já, algjörlega. Þannig að þú veist það er svona að þýleitinu til er ekkert endilegt að finnst mér Austurríki Ungverjaland verið eitthvað svona típist anakrónist en á hinn bóin þá það þetta að vera svona fjölþjóðlegt ríki á tímum þjóðurnisíkju og það einhvern veginn að þú veist, Austurríkis Habsborgaríkin, þeir hefðu getað látið sér dett í hug að til dæmis ráða Pólandi skilurðu og fundist það bara eðlilegt vegna þess að það er ekkert eitthvað svona þjóðirni skiptir einhver máli sko. Fattar þú hvað ég meina? og það er hugmynd sem er algjörlega á leiðin út. Og þá náttúrulega líka náttúrulega í þessari öld þjóðorðisíkjunar, þá náttúrulega eru sagnfræðingar þetta litaður því og þá kemur náttúrulega líka sér neikvæða söguskoðun að fjölmenningaríki er eitthvað sem þú vilt ekki, heldur einsleitt þjóðríki og svo náttúrulega sjáum við aftur á móti þessuna okkar tíma þar sem að fjölmenningar hugmyndin er mjög vinsæl og á upp á pallborðið að þá allt í einu endurskoða maður hluti eins og Austurríki Ungverjaland. Algjörlega, og það getur vel verið að það sé í gangi núna, ég hef sem ekki kent með það, en það kemur ekkert á orð og að menn séu kannski einhverjir að skoða Austurríki Ungverjalandi nýju ljósi sko sem velfungerandi kannski ekki velfungerandi fjölmenningaríki, kannski ekki ekkert að ganga svo langt að kalla það beinlein í stað en allavega sem virkaði allavega, þú veist það náði til dæmis, það var nógu sterkt til dæmis til þess að geta haldið út í 4 ár í heimstyrjöld. Já. Til dæmis, þú veist, þú getur alveg ortað á þannig líka. En eins og þegar við tölum heila rómska ríki mástu, það var misefna þjóðríki en það var velfungerandi ríkjasamband. En síðan samt auðvitað, eins og með þetta, ungverska þingið til dæmis, það er náttúrulega mikil völd. Já. Og til dæmis ungverska þingi dró alltaf lappirnar og vildu aldrei leggja almennilega mörkum til dæmis hersins að því Ungverjarnir voru alltaf að vinna við alltaf stofna sitt eigiríki hægt og rólega þannig að það til dæmis hafi gífurlega áhrif þegar stríðið braust út að Ungverjar höfðu alltaf dreigið lappirnar og neitað að auka hernaðarútgjöld. Já, og áður en við förum að fá einhver reið bréf frá hlustundum og þá er þetta alltaf leið að segja það líka, auðvitað er vikta segja Austurríki Ungverjaland hafi verið eitthvað velfungerandi fjölmenningarsamfélag því að það var að sjálfsögðu stóra áskorunin sem Austurríki Ungverjaland stóð fram fyrir, það voru allar þjóðirnar og það var mikil ólga innanborðs og bæði uppreisnarseggir, þú getur notað það orð en líka bara svona þjóðverjar voru, Austurríkismenn voru stundum í hlutverki svona herra þjóðar og bara dæmum þetta ég las eitthvað ykkur austurískur eða þýskumælandi skáldaðri tegundur frá það sem er í dag Slóvenía sem er Karniola var það ekki? Jú, alveg rétt og það sem að hann sko kemur mætirinn á austuríska þingi í Vín með einhverja bók sem inniheldur sko, þú veist, öll orð í slóvenska tungumálinu og segir skilur, þetta tungumál er ekki jafngilt þýsku og þú getur ekki þýtt alla bókmyndir á þetta heimskulega tungumál en það er samt dæmi þá, þú veist það eru skipta skoðanir og það eru svona ákveðin svona menningarlegu rasismi en á sama tíma, ég meina, þú veist þau voru til dæmis með öll tungumálum voru lögleg og allt þetta og þú mátti kenna á öllum tungumálum og svona en það er líka verið að reyna að búa saman og síðan að þau er með tungumál tungumál er líka svo flókið til dæmis, hver er munurinn á serbnesku og króatísku? Er það eitthvað munur á því? Nei, það er bara málið, í raun og veru er það alveg sára munur og þetta er eiginlega bara mállauskur en það er samt hafa náttúrulega þjóðirnir sínar gert í því að auka munin til þess að skilja frá þessi serbnesku einkenni og serbnesku þjóðareinkenni frá Króatíu og öfugt og slóvenskan til dæmis er líka mjög litu af þessu og það er saman með slóvakísku og tékknesku til dæmis og síðan koma pólverjarnir inn í þetta og pólverjarnir sögðu til dæmis á sínum tíma þessi þjóðríki voru myndast á svona 17. 18. öld þá sögðu pólverjar til dæmis og pólsk menntaelita að tékkneska og slóvakíska verkir til, þetta er bara pólska og svo er við að tala svona þegar maður talar ekki tungumálin sko
Já, en þú veist, nú ég að vísa bara ég las nefnilega skemmtilega bók sem eða 2 bækur sem fjallað sko þjóðernismyndun á þessu svæði Já og þá var einmitt að fara í þjóðumar á tungumálun sko og tala allir með sem bara orðaforðin hvernig svona mikið eins þetta eins með úkraínsku og rússnesku og núna þetta mjög eitrað og hættulegt efni að tala þetta núna en sko úkraínska náttúrulega rosalega lík rússnesku og svo náttúrulega eru ákveðna hagsmunir hvort þú viljir spila upp undir það sem ólíkt eða það sem líkt hvort þú viljir kalla úkraínsku tungumál eða mállísku eða hvað og þetta er náttúrulega samfara með dönsku, norsku og sænsku eins og einhver kennari minn sagði eina ástæða fyrir því að þetta eru tungumál og ekki mállískur að því að hver mállískan gæsalappa megin her Sýnir ykkur serbar að hlusta þarna alveg brjálæðir en síðan náttúrulega getur gert það ennþá reyðar með að taka allir Norður-Makedóni inn í þetta og þannig Norður-Makedóni serbar og Norður-Makedónar þeir tala leikandi létt saman Nú erum við að tala púðutunnuna sko. Já, þetta púðutunnuna en núna vísa ég það ég upplýði það á lestarferð frá Þessalóníku til Beograd þá var vakstjórin eða hvað kallar maður þá var aðtjóða að lesta með hann frá Norður-Makedóníu og þegar ég skildi hann ekki þá talaði hann bara meira og herra á sínu ég get ekki hvort þú að kalla makedóniska tungumáli eða serbneska mállísku sem betur var serbnest par sem kom okkur til bjargar og hann talaði bara serbnesku við hann og leysti málin Hann var frá Norður-Makedóníu Já, og nú ég alltaf að passa mig að kalla þetta Norður-Makedóni því það formlega nafni í dag ekki fyrir Former Júgóslavíu Republic og þetta sér maður púðutunnuna hvað þetta er allt eldfimt og það er ennþá í dag það er ástæð fyrir að ennþá friðargæslulegur í Kosovo og hvað þú ætlar að fara að draga Albana inn í þetta og Serba og hvað er svartfjallingar til dæmis hvað er það En þetta er búðutunnan Balkanskaginn og við ætlum að tala um Austurríki fyrir heimsstyrjöldin í dag og þar auðvitað spilar Balkanskaginn og Serbía gríðarlega stórt hlutverk að því við ætlum líka að tala svolítið orustur og annað og við stöðunar við Rússa en sko Austurríki og Ungverjaland er svolítið áhugavert með þetta að því við höfum talað um þetta í tengslu við heilarómska ríki áður í hér í hlaðvarpinu að til dæmis sko við höfum talað um það hvernig Austurríska keisaradæmið var svona fyrir 30 ára stríð voru að reyna einhvern veginn að vera svona stóri kallinn í heilarómska ríkinu og svona á tímbili virtist næstu því svo hér væri að verða til einhvers konar undanfari að sameiningu Þýskalands frá Vín allavega fyrst mér stundu svolítið gaman að leita á þannig verandi ekki sérfræðingur í þessu Já, meira svo tímabilið leit út úr þess að þeim myndu kannski ná að sameina stórun hluta af meginlandi Evrópu Já, undir Karli V til dæmis og Habsborgararnir og alla styrjaldirnar í kringum það Já og síðan skipta krúnunum og svona, þú veist það er eitt af þessum næstu því sem maður hefur verið næst því að ná að sameina Evrópu Það er kannski einföld sögu skýring en kannski getur maður sagt að eftir 30 ára stríði þá segja Austurríkismenn og siðaskiptin ok, screw you guys þá getið þið bara átt ykkur þarna upp í norðrinu þið viljið vera mótmælendur, verið mótmælendur við ætlum bara að fókusera á austrið og okkur sjálfa og þá byrja Austurríkismenn svolítið að fókusera á austur útþenslu í austur og þetta er þetta að gera síðan á sama tíma á 18. og 19. öldinni á sama tíma og Ottomanríki er að hnigna og eftir því sem að Austurríkismenn segir að þetta mikinn sigur gegn Tyrkjum á 17. öld ekkert tímann þannig að þetta við Vín og fleiri stóra sigra sem eru svona svolítið svona table turning ef ég lega mér að sletta Já, algjörlega og byrja að éta meira og meira af Austurríki, Ottomanríkinu og það er auðvitað Rússar að gera líka Já, allir vilja fá bita þessu tyrkneska hræi og þá verður til þetta fjölþjóðlega ríki Austurríki og Ungverjaland sem vorum að tala um hérna áðan þetta voru 11 þjóðir eða ekki árið 1914 Svo náttúrulega þannig líka spurning þú veist hver fær að vera þjóð og hver ekki Já en jú út með Þjóðverja, út með Ítali út með Tékka, út með Slóvaka út með Slóvena, út með Ungverja þú ert með Króata þú ert með Pólverja, þú ert með Úkraínumenn þú ert með Gyðinga
hverjum ég að gleyma einn viðbútt Serbar ég held 11 held ég svona tala sem oft nefnd Já Svo náttúrulega ég alltaf svo flóki með þessi þjóðabrót þú ert líka með eitthvað fólk kallað til dæmis í Úkraínu sem þá stimplað sem rúþenar eða eitthvað slíkt eða Úkraínumenn eða það ekki og svo Slóvakar en eru þau Tékkóslóvakar eða eru Tékkar og Slóvakar eða eru Slóvakar til Pólverjar en jú það alveg maður getur nota þetta sem svolítið svona viðmið og til dæmis mér fannst það skemmtilegt í þessari bók sem ég var að lesa sér þá setti hann þetta upp í tengslu við herinn af því að austurrísk-ungverski herinn endurspeglaði alveg samfélagið frá þá 1868 þegar var tekin upp almenn herskylda og þá til dæmis ef ímynd og okkur herinn hafi verið 100 menn þá voru 25 þýskir 23 ungverskir 13 Tékkar 9 Serbar og Króatar 8 Pólverjar 8 Úkraínumenn 7 Rúmenar 4 Slóvakar 2 Slóvenar og 1 Ítali og þetta voru þó líka opinberar þjóðtungur hersins og ef að 20% af hernum talaði eitthvað tungumál þá þurfti officerinn að kunna það ekki Jep, það var officerinn að kunna og líka, ég skrifaði hérna líka til dæmis það voru til dæmis, það voru 142 sveitir sem höfðu 1 mál 163 höfðu 2 24 höfðu 3 og nokkrar höfðu 4 og jafnvel 5 tungumál og eins og segir, þú veist foringjarnir, þeir þurftu að kunna öll þessi tungumál og síðan það sem gerist þetta í stríðinu þegar að stuttumál satt náttúrulega var austurrísk-ungverska hernum þurrkaður út þarna fyrstu mánuðum stríðsins og byggður upp nýr her og það þýddi þá eftir það voru kallað inn fullt af officerum eða herfóningum sem kunnu ekki þessi tungumál og voru þá að leiða herdeildir þar sem gátt ekki tala við hermennina sína Ég heyrði ekki að lasa ekki líka í sum tilfellum var þetta svo crazy sko að þeir voru að tala ensku á milli sín af því það var eina tungumáli sem þeir kunnu í sum svona ekstrím tilfellum það getur alveg með það hafi gerst og svo náttúrulega líka því hún nefnir þetta á hann að Austurríkismenn voru oft herraþjóð hattasta þjóðin í Austurríki Ungverjalandi var Ungverjaland vegna þess að sko Ungverjar þá og þetta Transleithania fyrirbrigði þeir voru að vinna í því að byggja stór Ungverjaland og neituðu að viðurkenna eða tilvist annarra þjóða og þrönguðu því ungversku upp á alla og þá erum við að tala sko sérstaklega þá Rúmena Króata og Serba Króata, Serba og Rúmena sem lendu urðu fyrir barðinu á þeim þannig að þessi Rúmenar gerðu mikið í því að reyna að komast hjá því að þjóna í ungverskum hersveitum og frekar vera í þá austurískum af því að það er komið nú inn á svolítið mikilvægan punkt í þessu sem hérna, þeir eru að skipta þessu upp í Austurríki og Ungverjaland 1867 að Króatía og Slavónia og Dalmatía og Transylvania þessi svæði lenda undir krúnu heilags Stefáns það sem var það ungverski hlutin sko og ekki Slóvakía líka jú, einmitt, og Slóvakía og það er það sem er svo galið og að menn hafi síðan látt sér þetta og það væri ekki þetta að Tékkland og Slóvakía ætti að vera saman í einu ríki eftir stríð þeir voru ekki eins og saman í sama ríki undir Austurríki Ungverjalandi sko nákvæmlega, það er ótrúlegt alveg en síðan við þá Sísleithania hvað heitir það er þá Tékkland og Austurríki og Galísía eitt, að þú nefndir hérna Wilson manstu hvað hann hét fyrsti forseti Tékkóslóvakíu var ekki Edvard Benes var það? Nei mér fannst þess að það byrja á M eitthvað það var komið skilsetna Benes ég held hann hafi verið fyrsti en allavega ég held hann hafi verið M eitthvað, hann var prófessor og kynntist einhvern veginn Woodrow Wilson og hafði þess að tala við hann og þessi maður var Tékki og ég er svo ekki að íkja þegar ég segi það hann reynlega laug að forsetanum, laug að Wilson því hvað væri mikið af Tékkum og að í þessu Tékkóslóvakíu að Slóvakarnir vildi vera með Tékkonum og allan þannig þannig að hans beinu tengsli við Wilson höfðu töluverð áhrif á myndullu og Tékkóslóvakíu og mér er svo áhugavert að þetta er svona dæmi
einstakling Já. og hvað hann getur haft mikil áhrif. Masaryk hétan. Masaryk ég hugsa hann. Já. Einmitt. Já. En við ætlum að algjörlega taka ekkert hjá þáttum Tékkóslóvakíu, við erum að gera það ekkert hjá hann. Já, við þurfum Og Júgóslavíu líka. Já, algjörlega. En aðeins þetta með Ungverjaland sko, með þetta sko, þú veist að því að maður tala líka þessar svona, kannski svona umbætur, jafnvel svona eitthvað í átt að einhverju svona frjálslindi eða lýðræði eða jafnvel einhverju svona samfélagi, fjölþjóðlegu samfélagi, Já. að það kemur yfir frá austuríska hlutanum Já. og Ungverjarnir berjast á móti, þess að þú ert að segja. Já, já. Og það er áhugavert sko. Og til dæmis, sko, Frans Ferdinand, hann hafði alveg megnustu, sko, ímugun á Ungverjalandi og herinn almennt var líka mjög andstæður Ungverjalandi vegna þess að herinn vildi heldur ekkert svona enga þjóðernishyggju. Herinn leit á allt þjóðernistal sem algjört kjaftaði og vildi ekki sjá það og þeir voru, og þá er þetta sérstaklega að hugsa um foringjana, herforingjana og yfirmennina og því þeir voru fyrst og fremst bara hlýðhollir keisarunum. Einmitt. Og til dæmis, ég man þetta ekki en ég skrifaði þetta niður, mér varst svo áhugavert vegna þess að þetta lýsti svo vel raunveruleika margra. Látum okkur sér til dæmis August von Urbanski hann sem þetta var herforingi háttsettur í hernum, hann átti pólskan föður, mamman var frá Dalmatíu og hann giftist inn í rúmenska fjölskyldu, hann talaði mörg tungumál en hann leit samt alltaf á þýsku sem svona fyrsta mál, hann þjónaði allt ríkið og þá spurning sko hverjar þjóðar var hann? Já. Fyrir hann náttúrulega var það ekkert eitthvað raunhaf spurning, þú veist, hann var ekkert þjóðveri eða pólveri eða rúmeni eða hvað það var, hann var fyrst og fremst bara hlýðhollur þegn hafsborgara. En þetta ekki svo ef þú værir mammaðinn væri dönsk og pappiðinn var íslendingur og þú var alin upp í Þýskalandi og síðan verður að vinna fyrir Evrópusambandið út alla Evrópu, verður þú ekki bara borgar í Evrópu? En það er nefnilega mál, það er það sem er svo áhugavert náttúrulega við nútíma því það náttúrulega verður meira og meira af svona, eitthvað sem var líka eitthvað sem gerðist náttúrulega áður fyrr og til dæmis, það sem er svo áhugavert líka með þessa þjóðernishyggju að til dæmis skipti í raun og veru sko stjætt ef við notum það hugtak miklu meira heldur en þjóðerni á til dæmis, hvað við segja 19. öld svo til dæmis Wellington þegar hann talaði um hermennina sína í Napóleonstríðunum þá kallaði hann þá scum of the earth. Já. Þetta var bara úrrök jarðar, þetta var bara ómenni, hann átti miklu meira sameiginlegt með frönskum herforingja eða rússneskum. Þeir gáttu tala frönsku saman og höfðu lesið saman sömu bókmenntirnar og drukku saman rauðvinnið og allt slíkt. Þessar aðalsfjölskyldur var náttúrulega ákveðin stjættið og hópur fólk sem myndaði tengst þvert á öll landamæri. Já, og það er áhugavert talaður stjættavitund verkalýðsstéttarinnar, það sé líka til eitthvað sem heitir stjættavitund og sameiginleg einkenni aðalstéttarinnar. Já, mitt. En eigum við kannski að færa okkur aðeins yfir í stríðið mikla. Já. Þá erum við að tala um sko hlutverk Austurríkis og Ungverjalands í fyrri heimsstyrjöldinni almennt. Já. Vegna þess að mér finnst sko þegar ég hugsa um þetta svona þessi official mynd, þessi basic mynd sem við höfum af þessu sem við lærum í skóla eða þú veist þegar við erum að kenna okkur þetta bara svona yfirborðs sem kemur fram í svona almennum sögubókum. Já. Þú veist, þá er þetta einhvern veginn alltaf þetta að við erum með þessi stórveldi fyrir heimsstyrjöldinni og í aðdraganda fyrir heimsstyrjöldarinnar og Austurríki og Ungverjaland er alveg bara fremst á sviðinu, skilurðu, af því að það er þar sem að einhvern veginn boltinn fer að rúlla af stað. Já. Og það er þetta morðið á Frans Ferdinand í júní 1914. Já. Og síðan árás þeirra á Serbíu sem einhvern veginn kemur þess að stað og svo fer fyrir heimsstyrjöldin í gang. Síðan heyrum við yfirleitt ekkert neitt af Austurríki og Ungverjalandi í svona þessari svona yfirborðssögu. Já. Fyrr en bara við heyrum af því að stríðið er búið og Austurríki og Ungverjaland liðast í sundur eins og hinn fornu keisaradæmin eða þýska keisaradæmin og ekki rosalega fornt kannski en þó en oft svona sett í þann hóp sko. Já. Annað ríkið. Einmitt. En það er auðvitað út af ástæðum sem við munum kannski ræða. Austurríki og Ungverjaland þróast út í
að verða í rauninni bara leppríki Þýskalands Já. en þeir koma svolítið inn í stríðið með glansi Já. og þetta byrjar einmitt þarna í Serbíu og það einmitt þetta sem ég var að koma hérna áðan einhvern veginn að Austurríki að sækja inn á Balkanskagan, Rússland að sækja inn á Balkanskagan og þar núningur á sama tíma ertu með þjóðninsíkjuna út með þjóðir á Balkanskaga sem að sækjast þetta sjálfstæði og þú kom með þarna ríki sem heitir Serbía sem að gera Austurríkismenn gráhærða mitt og Serbía á þessum tíma náttúrulega var bara óþjóð þú veist, ef við notum þetta hugtak Barbarar já ef við ætla líka Serbíu ykkur ríki í dag þá myndir við bera það saman við Norður-Kóreu eða Íran eða eitthvað slíkt ríki já, þú veist, þeir voru að stunda hryðjuverk og til dæmis að þeir sem myrtu Frans Ferdinand þú veist, þeir fengu sín vopn og stuðning frá leynilögreglunni í Serbíu þar sem hann Apis var hann kallaður ég man ekki hvað hann hét yfirmaður leynilögreglunar hann hafði til dæmis staðið fyrir sko bókstaflega bara hallarbylting og hallarmorði þar sem að konungur Serbíu var drepinn þeir ekkit að því að þessi öfgasamtök Svarta höndin mjög svona flott nafn Are we the baddies en þeir drápa hann bara eins og þú segir bókstaflega og ekki bara það heldur sko misþyrmdu þeir líkin og allt allur pakkin þetta var hvað 1908 eða eitthvað líka eitthvað einhverjum það held ég vegna þess að Serbía hafði einmitt verið svolítið vinnveitt Austurríki fram að þeim punkti verið svolítið svona gegn Ottoman Tyrkjum Einmitt, og svo átti Serbía sér draumum að það alltaf engin þjóð á meðal þjóðan nema þú hefur eitthvað sko stórmennsku hugmyndir, stór Serbía eða hvað það á að vera stór Ísland við vist ekki átt slíkar hugmyndir Grænland með Grænland, það er alveg rétt þannig að við getum kallað okkur þjóðan meðal þjóða Jón Dúason og réttasta Grænlands nýlendu Íslands alveg rétt, það er ótrúlega saga Töluðu ekki það aktífan inn í hlaðvarpinu? Jú, ég held að við höfum tekið þetta fyrir ég veit en þannig að það mitt, þú veist, breytið það því náttúrulega Serbía náttúrulega var að grafa undan Austurríki og var náttúrulega ákveðin svona ógn við Austurríki-Ungverjaland en síðan kemur líka inn í þetta sem svo sérstætt og það þetta hvað kallar alltaf erfitt að skilja á milli en þú ert náttúrulega kannski með eitthvað sem getur kallað raunveruleikann og svo er það náttúrulega líka með hvað fólk telur að sé raunveruleikinn og það fer eftir ekkert eitthvað saman eins og við vorum að tala núna með Austurríki-Ungverjaland það var ekki svo þannig að allur múrinn að allir Tékkar og Slóvakar og Rúmenar og hvað voru bara að telja niður bara bíða eftir þetta ríki myndi leysast upp en mikið af sko elitunni og til dæmis menn eins og Franz Konrad von Hötzendorf sem var yfir hernum í Austurríki yfir Austurríski-Ungverska hernum þeir heldu og litu sem svo á að ríki væri hægt og róli að líðast í sundur og það þyrfti styrjöld til þess að halda því saman þyrfti að þurrka út Serbíu til þess að leysa vandamálin þetta er svolítið svona ég veit ekki, maður líkir þessu við sambönd þetta er eins og kærstupari eða hjón og það er flost upp á sambandinu og svo hugsaði, heyrðu, ef við einhvern spart saman það kannski bjargar hjónabandinu það er aldrei góðlaust, aldrei góð hugmynd og það er eins með ríki sem er eitthvað í svona vandræðum að byrja eitthvað stríð það er sjaldnast góð hugmynd þú veist ekkert hvernig það stríð fer Nei, en svo má líka ekki gleyma því að Austurríkismenn ætluðu sér ekkert að stofna til heimstyrjaldar, það var ekki planið og það var enginn sem sá það fyrir að það myndi verða planið og þetta er mjög góð punktur og líka sko eitt sem ég dettur í með þetta sko Serbía, að þeim tala Serbíu sko af öllum þessum aðilum sem taka þátt í fyrir heimstyrjaldinni sko stundu getur maður sagt sko allir töpuðu í þessu stríði það dó fórst heil kynslóð ungra manna meiri sér sigurvegararnir Bretar og Frakkar voru bara algjört lestarslis eftir þetta en alltaf Bandaríkin kannski eru þetta sigurvegar í þessu stríði ótvírætt en Serbía kemur mjög vel út úr þessu stríði vegna þess að Serbía sko náttúrulega eftir stríðið
þá náttúrulega stofnar Serbía hefur frumkvæðið því að stofna þarna sambandsríki sem síðar var Júgóslavía já, sem var náttúrulega bara dóminerið af Serbum til að byrja með. einmitt, Þar fá þeir í rauninni bara þessum stór Serbíu draumum sínum fullnægt algjörlega og úr kemur kannski svona horror scenario sem fólk í Vín sá fyrir sér fyrir stríð sem eitthvað svona maximalist horror scenario algjörlega ef ég má sletta já, það sem að Serbía ræður yfir öllum suðurslavnesku þjóðunum einmitt, það það og til dæmis, þú veist, ef það hefði verið frjálsar kosningar þá hefðu Austurríki valið það að verða hluti af þýska keisaradæminu ekki þýska keisaradæminu það var fallið, hluti af Þýskalandi já, eftir stríð einmitt. En síðan er þetta með júlíkrísuna og þetta er opuslega þetta er svo áhugavert að spá í þessu sko, hvað fólk var að spá þarna og hvað þetta gerðist hratt hann Frans Ferdinand er myrtur í Sarajevo 28. júní ef mér skjálfst ekki og 28. júlí er búið að sem sagt hvernig var þetta þeir sendu afarkosti austuríkismenn og Serbar hafna þeim og þetta voru afarkostir sem þið vissuðu myndu hafna þetta gerist held ég cirka mánuð eftir morðið á Frans Ferdinand og svo er þetta ekki allt komið í ganga alveg 4. ágúst ára held ég allar 4. eða 5. ágúst eru allar þjóðurnar komnar í heimstyrjöld og það er þetta til alveg böns af litteratúr þetta og ein bók sem við nefndum hérna í spjallinu náðan sem ég nefndi við The Sleepwalkers ekki Kristoffer það er fræg bók þetta en við var ekki svolítið aðtíli nýleg og þetta bara mikið af kenningum þetta og það sem hefur alltaf verið þú veist aðalatriðið í umræðum fyrir heimstyrjöldina allt frá 1914 það er hverjum þetta var að kenna já og hverjum þetta var ekki að kenna einmitt. Og það er einmitt það sem er alltaf svo erfitt að segja hverjum þetta var að kenna þú getur sagt kannski þetta og sumum aðeins meira að kenna en öðrum en þetta var ekkit einum að kenna alls ekki og það var einn fyrirlestur sem ég horfði á með sagnfræðing sem heitir Michael Nyberg skrifaði einmitt bók sem heitir Dance of the Furies Europe and the Outbreak of the World War ég er að nefna þetta vegna þess að það er fyrirlesturinn á YouTube af því að það er svolítið að fyrirlesturinn inn á YouTube fyrir heimstyrjöld sem að í tengslu við sko 100 ára afmæli þannig að 2014 og svo aftur 2018 hefur verið mikil gróska í rannsóknum bókaskrifum og öðru á fyrir heimstyrjöld núna út af þessu 100 ára afmæli og nei þess að maður myndi að tala sko í þessari bók sko hann að lesa sko frumheimildir frá venjulegu fólki þú veist bæði dagbækur dagblöð, bréf og bara hjá venjulegu fólki í Evrópu og þetta segja sko þú veist þetta 1914 það er enginn sér fyrir sér að við séum að fara í einhverja heimstyrjöld og tekur einmitt þetta dæmi sko að þú getur skoða núna blaðaskrif frá okkar tímum og fundið alls konar vísbendingar sem benda til þess að Bandaríkin og Kína séu bara á beinni leið í þriðju heimstyrjöldina eða eitthvað ef þú túlkar það þannig á meðan við núna í dag vitum það ekkert það er nefnilega sem að skera með þetta og annað í þessu sko held að sé mitt þessi Kristoffer Clovis eða hvað hann hét Kristoffer sem sagði þetta mitt sko að af hverju er mikilvægt að stúdera fyrir heimstyrjöldin í dag og hvernig hún hófst og það er vegna þess að mörguleiti er heimurinn í dag líkari heldur hann hefur verið út af því að við erum í þessum hvað sem er multipolar heimi núna svo til minnst 1964 Kúbudeilan eða 62 hvernig það var sem er svona sá tími sem við höfum verið næst þriðju heimstyrjöldinni það var samt einhvern veginn þannig að þó svo að ég ætla ekki að draga úr því að við höfum nála þriðju heimstyrjöldinni þá þurfti það samt ekki annað heldur en kannski bara að tveir menn Kennedy og Khrushchev þurftu bara svona aðeins að koma sér niður á jörðina og taka upp síman og tala við hvern annan og svona þú veist og þá bara svona ok en þarna varstu með svo mörg
Já, einmitt. Þú veist, hvernig túlka Þjóðverjar þetta, hvernig túlka Frakkar þetta, hvernig bregðast Bretar við þessum skilabóðum frá Austurríki og Ungverjalandi, þú veist, það er svo, einmitt, það er svo margir aðilar sem voru inn í þessu. Já. En eins og segir þarna í Sleepwalkers bókina þarna í innganginum, að þú veist, það er líka þessi sko svona alþjóðlega krísur sem verða ekki að stríði. Já. Það er auðvitað eitthvað sem við sjáum oft núna í nútímanum, til dæmis bara nýjasta dæmið bara þegar Íran skaut þarna eldflaugunum á Ísrael, bara til að nefna eitt dæmi. Já, einmitt. Og það auðvitað hefði verið þarna oft eitthvað svona svaka krísur, svo Bosníu krísan 1908 þegar Austurríki og Ungverjaland innlimar Bosníu eftir að hafa stjórnað því síðan á 8. áratug 19. aldar. Innlimara frá Ottomanríkinu og Rússar einhvern veginn, Rússum tekst ekki að koma í veg fyrir það og það verður svona diplomatísk krísa sem stendur í einhvern tíma en svo reddast það og svo er þetta með fleiri svona út með þetta Marokko krísuna og þetta er svona það sem allt fer í svona háaloft en svo reddast það þannig að einhvern veginn fólk hérna skilur þegar þessi júlíkrísa kemur síðan þá einhvern veginn lítur út bara eins og það sé kannski bara eina af þessum krísum sem að koma alltaf og reddast alltaf sko. Strákar, við höfum farið gegnum þetta áður, getum við ekki lesið þetta einhvern veginn svona? Já. Og svo líka þetta með hryðjuverk og launráð og svona, og það er svo áhugaverður punktur. Það því við talaðum stundum við höldum alltaf hryðjuverk sé sko nútíma fyrirbrigði, það er alveg langt frá því að vera það. Einmitt, alveg langt frá. Og þessu hann var alltaf verið að drepa fólk hægri vinstri og sprengja lögreglustöðvar og hitt og þetta. Og það er ótrúlega tölur bara á 19. öld, hversu margir konungar og forsætisráðherrar og þingmenn og hvað voru ekki drepnir og hinn eru þessi leiðtogar. Og svo þetta með náttúrulega hryðjuverkið með stóru hái, náttúrulega 9/11 sem er svona atburður sem einhvern veginn hleypti að stað greiðlegum svona alþjóðlegum hreyfingum eins og þetta. Já. En nei, þú út með hennan punkt þetta að Austurríkismenn þarna segja sko og þarna Hötzendorf sem er búin að vera, þú veist að segja við keisarinn og segja við verðum að fara í stríð við Serbíu, hann er búin að masa þetta í mörg ár og svo kemur þetta tækifæri þarna þá einhvern veginn segir hann það er núna aldrei núna er tækifæri til þess að segra Serbíu komaðin fyrir kattanu. Já. Og svo þetta líka að einhvern veginn þegar stríðið farið í gang þá þetta byrjar hatrið að sjálfsögðu og þá byrja menn líka að setja sér markmið í stríðinu og þú sér þetta sérstaklega sem Þýskaland sem fer út í þetta stríð ekkert með einin sérstök markmið annað en bara lumbra aðeins á frökkum og lumbra og verja sig gagnvart Rússum sem þeir lita á sem ógn. En síðan náttúrulega eftir því sem þeir sæki inn í Frakkland skilur og eftir því sem þeir sæki inn í Rússland þá bætist í þeirra svona markmið og þá allt í einu verður til eitthvað svona hugmyndum við getum kannski dóminerað Austur-Evrópu skilur við. Já, alveg rétt. Og en fyrir 1914 þá voru menn ekki að tala þetta sem að þetta er einhver heimstyrjöld og Austurríkismenn ætluðu sér það ekkert. Þeir vildu náttúrulega, þú segir, þeir vildu bara neutralisera Serbíu, komið veg fyrir það að Serbía myndi vera akkillesarhæll þeirra. Allir gátu sagt, við erum bara að verja okkur, skilur við. Þú veist, Austurríki getur sagt, við erum að verja okkur gagnvart árás frá Serbíu. Serbía getur sagt, við erum að verja okkur gagnvart árás frá Austurríki. Rússar segir, við erum að verja Serbíu. Þjóðverjar segja, við erum að verja okkur gagnvart Rússum. Og frökkum og Frakkar segja við erum að verja okkur gagnvart Þjóðverjum og Bretar segja við erum að verja belga. Allir er að verja sig og allir hafa aðeins rétt fyrir sér að deilt þú veist hversu mikið eða í raun og veru bara hversu mikið þú veist, allir hafa aðeins rétt fyrir sér í því. Það var ekkert launungur mál þú veist, að Frakkland var búið að fjárfesta gífurlegum fjárhæðum í að byggja járnbrautarkerfi í Rússlandi. Af hverju voru Frakkar að byggja upp járnbrautarkerfi í Rússlandi? Jú, þannig að Rússar var fljótar að kalla út herafla sinn til þess að flytja hvert. Jú, að landa mönnum Þýskalands til að ráðast inn í Þýskaland.
þú veist, það er svo margt svona í Já, þessu. rússar voru búin að fjárfesta gríðarlega með járnbrautum hann í Pólandi. Já, og það var pening frá París. En til dæmis, ekki nota það til þess að fara aðeins í það er fínt svona inngangur að því að bera aðeins saman tölur fram að stríði. Það líka sýnir sko hvernig Austurríki-Ungverjaland var öðruvísi ýmsu leyti. Til dæmis, á árunum 1907 til 1910 þá náttúrulega er almenn herskylda í öllum þessu löndum, en Frakkland til dæmis, þá kallaði 0,63% af sínum mannafla á hverju ári. Þýskaland 0,46 og Rússland og Ítalía 0,40 og 0,41, en Austurríki-Ungverjaland kallaði aðeins inn 0,29%. Og af þessu þá 0,29% af heildar mannaflana sem kallaður inn til herþjónustu, alltaf 30% af þeim voru bara sendið beint inn í varaliðið og fengu enga herþjálfun. Þannig að aðeins 1 af 8 karlmönnum í Austurríki-Ungverjalandi fekk herþjálfun. En Austurríki-Ungverjaland var sko langt á eftir hinum stórveldunum. Og eins í hernaðarútgjöldum árið 1911 til dæmis, og þetta er hluti þarna sér maður vandamáli með Austurríki-Ungverjaland, þegar ungverska þingi vildi aldrei setja meiri peningi í herinn. Árið 1911 þá eittu Austurríki-Ungverjaland 420 milljónum króna, austurríski-ungverskar krónur, kallum það bara það. Já, það er ekki gjaldmiðlinn hana. Allavega, þetta er samanburð að Þýskaland eitti 1,79 miljónum. Rússland 1,65 og Ítalía meira segja eitti 528 miljónum. Á móti sko 420 Austurríki-Ungverjalandi. Og til að setja þetta líka í samhengi, sko 1903 þá, nokkrum árum fyrir, þá eittu þegnar Austurríki-Ungverjalands 3 sinnum meira í bjór, vín og tóbak en það eittu í herinn. Þetta er kannski bara eins og í dag, þú veist, kannski erum við bara sofandi að feigðarósi hérna. Það er spurning, sko, það er maður sér það til dæmis að það er ákveðin, það er óþægilegt að standa fram fyrir því að Rússland er að framleiða meira af fallbyssukúlum heldur en vestrið. Ég veit, nákvæmlega. Og það sem er svo ótrúlegt er hvað Austurríki-Ungverjaland var engan veginn undirbúið fyrir þetta stríð. Það er til dæmis, ef við horfum líka bara á mannaflatölur, að þá ágúst 1914, þá kallaði Austurríki-Ungverjaland út 2.265.000 hermenn. Af þeim var aðeins 1,4 milljónir sem voru með almennilega herþjálfun. Til samanburðar kallaði Frakkland út 4 milljónir. Og Frakkland var sko með 10 milljónum færri íbúa. Og þannig að til dæmis sko Austurríki-Ungverjaland var 3. fjölmennasta ríki í Evrópu á þessum tíma og eftir þá Rússland og Þýskalandi. Og þeir voru að eyða allir bara 1/4 kannski af hernaðarútgjöldum Þýskalands og Rússlands. Þannig að sko engin her var sko jafn illa undirbúin af þá stórvalda herjónum og jafn illa þjálfaður og illa útbúin og Austurríki-Ungverjaland. En það var eitt sem Austurríki-Ungverjaland hafði fram yfir alla aðra, að engin her var jafn glæsilegum búningum. og ég er ekki í hattinum og svona. Nákvæmlega, og þú veist ungversku hersveitirna, þeir voru með sko bjarnarhramma á sér og bosnísku hersveitirna, þeir voru í ykkur útsaumuðum buxum og með fes og þú veist, menn voru allavega í ykkur svona og hann gerir grína þessu sko sakfræðingurinn sem var að lesa. Þar sem hann talar þú veist, jú, þetta virkar auðvitað mjög, þú ert að berja á okkur mótmælendum, þú veist, þetta kemur ykkur glæsilegu riddari með sko vel púsaðan hjálm sem glansar í sólinni og í bláum og rauðum fötum og hvað það er, en eins og hann segir síðan hérna, no soldier has ever felt badly about looking sharp. Whether such dandyism made sense in the face of modern weapons was another question altogether. En það er líka ótrúlegt sko að hugsunarhátturinn, að því hún líka að tala það, þú veist þetta að menn sá ekkert fyrir að vera að koma heimstyrjöld, menn áttuðu sér að gera sér heldur ekki almennilega grein fyrir hvernig nútíma hernaðar var orðir, sem ég finnst svo ótrúlegt eftir að þú hafðir til dæmis Balkanstyrjaldirnar og ekki minnst kannski rússnesk-japanska stríði 1905. Þar sem að menn sáu hvernig fallbyssur og vélbyssur alveg sko drittuðu niður menn. Þannig að til dæmis þú varst ennþá með
hersöðingja, til dæmis í austurísk-ungverska hernum sem heldur því fram að sko fallbyssur og vélbyssur það bara titlingaskítu gegn sko mannsandanum, gegn sko hernaðarandanum, þú þarf bara að vera nógu hugaður og hann var náttúrulega alveg til fyrirmyndar í austurísk-ungverska hernum. Já, jú, og það til dæmis, það var þeim mjög eiga þallu, minnst að þarna í orustunum við Galísju þá, þarna lok sumars og haustið, þar til dæmis átti sér stað sko síðasta stóra riddarliðs orustan. Já. Þar sem einmitt riddarlið Austurríki-Ungverjalands hersveit frá þeim þustu þarna fram með sverð þá gegn vélbyssónum og fallbyssónum og voru utan náttúrulega miklu leyti bara sallaði niður og endaði þannig að þó voru öskar eitthvað þarna húrra og í glæsilegum búningum sko, rauðir og bláir og vel sýnilegir og þá hrökkluðist þeir náttúrulega síðan bara tilbaka. Já. Og þetta svo ótrúlega sko, hugsunarháttunum var allt öðruvís og ekki í neinu tengslu við raunveruleika. Nei. En þetta auðvitað svolítið þetta að þeir ætla kannski ekki að fara í ykkur svona heimstyrjöld. Nei, það það. En auðvitað voru menn meðvitaður að það gæti gest og svona og þú varst með þessi bandalög og menn voru með plön og það hefði verið náttúrulega Þýskaland og Austurríki hefðu verið í sagt, umræðum og verið með sameiginleg plön og við fyrir að koma að þessari Galísju orustu því að stríðið byrjar hérna í ágúst 1914 og þeir hérna lýsa yfir stríði gegn Serbíu og Rússar svara því með því að mobilisera og síðan lýsa þjóður yfir stríði gegn Rússum. Þá eru þetta austuríkismenn búnir að fá þetta fræga thumbs up frá þjóðurum eða þarna blank check eins og það kallaði ensku. Grænt ljós að þið getið farið í þetta stríð, við munum bakka ykkur upp ef Rússar gera árás og planið hjá þjóðverunum hafði alltaf verið þannig að og sko við erum að tala um bara heimsins stærsta málefni hérna sem svolítið er auðvitað en alltaf opna nýja glugga hérna það því að þetta er náttúrulega bara smá umræður hérna þetta er alltaf með þjóðverið sem þetta planum að ráðast á frakka fyrst og svo Rússa þetta slífen plan hérna þá gerður heldur að fyrir austuríkismenn myndu standa á landamærunum og halda aftur á Rússum á meðan þeim myndu sigra frakkana. Já, eða sækja inn í Pólland gegn Rússum. Já, en austuríkismenn var ekki alveg að sömu blaðsíu með þetta og þá er þetta kannski komin svona áhuga að vera dýnamík í þessu bandalegi Austuríkis og Þýskalands. Já, sem var ekki alveg að virka því sko Austurríki-Ungverjaland þeir byggust við því að Þýskaland myndi ráðast inn í Pólland líka til að steyðja þeirra sókn inn í Pólland af því að á þessum tíma náttúrulega réð Þýskaland yfir sko líka því sem í dag er hluti af náttúrulega Rússlandi, Kaliningrad og Póllandi þannig að Þýskaland náði langt austur og Austurríki-Ungverjaland réð þá yfir hluta af því sem í dag er vestur-Úkraína og austur-Pólland og það er Galísía og þarna var þá nefnilega svona hvað maður kallaði þetta svona bunga, rússnesk bunga maður kallaði það inn í þá austurísk-ungversk landsvæði þannig að þeir sáu fyrir sér sko ef Þýskaland kemi að norðar myndi ráðast suður og austur og Austurríki-Ungverjaland myndi þá ráðast norður og austur og þá getur við mæst saman og lokað stóran hluta rússneska hersins þarna inn í þá í Póllandi miðjut Póllandi þá í kringum til dæmis Varsjá og þar og þannig myndi Rússa verða fyrir gífurlegu tapi en Þjóðverjar eins og þú nefndi voru fyrst og fremst uppteknir að slá út Frakkland þannig að þeir settu allan sinn her þangað og voru það háðir í Austurríki-Ungverjaland myndi verja Austurvíksteðarnar á meðan Austurríki-Ungverjaland aftur á móti þeir voru uppteknir að því að reyna náttúrulega fyrst að slá út Serbíu sem tókst nú ekki vel það er alveg máli og það tókst ekki og þá séum að til dæmis hvað þetta var allt illa skipulagt hjá þeim að til dæmis annar herinn í Austurríki-Ungverski handleiðum að svo sendur suður eftir til að taka þátt í innrásinni í Serbíu en á leiðinni þangað þá var honum snúið við til að flytja norður eftir til að taka þátt í orðstónu þar þannig að þessi annar herinn hann var tekinn fjarlæði frá serbnesku vígstöðunum of snemma Winston Churchill sagði þannig að þessum her hann tókst ekki að aðstoða þá í að sigra þar en náði að fara nógu snemma norður eftir til að taka þátt í tapinu þar þannig að þú veist það er þvílíkt léleg notkun á herafla að þú bara senda fram og tilbaka og ekki bara að þú veist að senda er heldur ekki bara því sko austurísk-ungversku lestarnar
það fór svo hægt, það fór á meðaltala 18 km hraða og það var út af reglugerðum sem kváðu svo á sem alltaf passaði ekkert í hernaði og allir bara helmingurinn af hraða þýskara lesta þannig að það tók til dæmis þá mikið lengri tíma að safna hernum í Galísíu til þess að ráðast inn í Rússland þannig að til dæmis þegar loksins var búið að ná í þennan herafla keirunum að víglurinni til þess að hefja sóknina þá voru Rússar búnir að flytja stóran hluta af sínum herafla fram og var þá tilbúnir að mæta Austurríki-Ungverjalandi þannig að því síðan þegar Austurríki-Ungverjaland treynt af stað á þessari sókn inn í Pólland og Úkraínu þá mætti þeim þar náttúrulega bara öflugur rússneskur her sem til dæmis var með algjöra yfirburði þegar koma stórskotaliði til samanburðar þá til dæmis var það þannig sko að hver svona fótgöngulega herdeild í austurrísk-ungverska hernum hafði kannski svona 50 fallbyssur á meðan í Rússlandi voru það 70 fallbyssur 78 í Frakklandi og 80 í Þýskalandi og þetta skipti gífurlega miklu máli fyrir heimsstyrjöldinni því 70% af öllu mannfalli í fyrri heimsstyrjöld það var af völdum fallbyssna þannig sko fallbyssuna, stórskotaliðið það var já í raunveru það mikilvægast það er ástæða fyrir því í hernum þetta er oft kallað stórskotalið God of War og þess vegna með þess að stórskotalið er þunga miðan í rússneska hernum er búin að vera það lengi og við sjáum það allir aftur núna í Úkraínustríðinu það endast þannig fallbyssukúlur allt í enn aftur sem er nú ekki að tala fyrir það stríð en núna er það aftur stórskotalið það er númer 1, 2 og 3 en allavega þannig að til dæmis bara í stuttumáli það sem er svo áhugavert með þessa orustu í Galísíu er að austurrísk-ungverski herinn hann er kallaður út hann er sendur þarna náttúrulega með þá aðal herfóringjum og öllu liðinu þeir sækja þarna inn og þeim var hreinlega slátrað og þarna bara fjall austurrísk-ungverski herinn bara á örfá mánuðum með svo styttar en það því þeir sækja þarna fram í ágúst og þegar komið í miðjan september þá var rússneski herinn búin að rekja á tilbaka og þá voru þeir búin að missa 420.000 menn Er það rétt skilji hjá mér að Austurríki-Ungverjaland hafi mist 45% af hernum sínum? Já, ég get alveg trúið að það stemmi að þeir missa síðan líka tölvert af mönnum í Serbíu og til dæmis þá fyrstu 4 mánuðina ég skrifaði þetta hérna niður þá missa þeir 1.269.000 það þá bæði náttúrulega dánir og særðir en þú veist þetta er meira en því friðarherinn fyrir stríð var 450.000 þannig að austurrísk-ungverski herinn er bara þurrkaður út hann er bara þurrkaður út og sérstaklega náttúrulega þessi professional her, þú veist þessir hermenn sem að kunna eitthvað og geta eitthvað og officeraklassin líka og eftir sitt stendur bara eitthvað rebel það er nefnilega málið og til dæmis þeir eru kallað eins og í bókinu sem ég var að lesa hérna, Follow Double Eagle þá kallar hann þetta bara militia þú veist þetta eru bara, ég veit ekki hvað maður kallar þjóðverðarlíðar eða eitthvað slíkt sem eftir eru þá já, það er nýji herinn sem síðan byggður upp í kjölfarið og öllu þessu að því síðan eftir að þeir tapa þarna Galísíu og missa þarna hálfa Galísíu að þá hefst líka nýsókn veturinn, það er þarna Karpatíu veturinn, það sem er berjast þarna í Karpatíu fjöllum og mér finnst það líka svo áhugavert að því þetta er það er engin heyrt þetta í Karpatíu hernaðanum til dæmis, þá mistu þeir 800.000 menn þarna veturinn það eru rosalega tölur alltaf sem að þeir eru að missa það er alveg málið, þetta eru stjarnfræðilega tölur og alltaf eftir hverju orustu þá er alltaf 100.000 að tekna til fanga Emitt, og þú veist, maður hefur heyrt Passendale og orustunum við Somme og Verdun og eitthvað svona, en þessar orustur á Austurvíkstónum sem voru jafn hryllilega og ef ekki verri eða ýmsu leyti þetta er eitthvað sem er svo gleymt Var það ekki einmitt Winston Churchill sem sagði að skrifaði hann ekki okkur á bók, hann var alltaf að skrifa okkur á bækur skrifaði hann ekki okkur á bók þetta á millistríðsárunum sem hann einmitt sagði Austurvíkstónar í fyrri heimsstyrjöldin eru eitthvað The Forgotten Front eða eitthvað Jú, það getur vel verið og það var nú skarplega aðtöga hjá honum að því líka í stuttumáli þetta hafði
þessar orustu Galísíu hafði náttúrulega svo gífurlega áhrif að því einmitt þarna fellur austurríski herinn sem náttúrulega var eina af svona máttarstoðunum í þessu ríki Austurríki-Ungverjalandi því Habsborgararnir byggðu veldið sitt á þessum her, þessum þá gamla fóringja her sem þá fyrst og fremst voru ekki þjóðurinn sinnar heldur voru hlýðhóllir keisarafjölskyldunni. Þessi her þurrkaður út, þeir missa Galísíu og Galísía hafði skipti miklu máli upp á sko matvælaframleiðslu, mikið kornrækt og slíkt sem átti eftir að hafa áhrif sérstaklega seinna í stríði. En þetta alltaf hluta því af hverju þess að þjóðir gefast síðan upp út af hungursneið og slíkt. Enn fremur þá varð Austurríki-Ungverjaland sérstaklega eftir að þeir tapa síðan seinni Galísíu orustum. Eftir fyrstu orustuna þá missaði stöðu sína sem sjálfstætt stórveldi því þeir missa herinn sinn. Og í kjölfarið af því þá missaði síðan sjálfstæði sitt í það sem gerðist síðan upp úr 1915 ef mann rétt frekar en 1916 að þá voru þýskir herforingjar sendir út allan austurrísk-ungarska herinn og Þjóðverjar tóku yfir í raun og veru stjórn hersins og hugsaði niðurlæginguna og þarna voru þeir bara orðnir leppríki Þýskalands vegna þess að þeir voru bara sína þá sanna að þeir voru ekki í standi til þess að halda út í þessum hernaði og berjast úr Rússa og svo Ítali og allt þetta og voru orðnir gjörsamlega háðir því að Þjóðverjar hefði yfir umsjón með öllum hernaði. Þannig að þetta forna ríki, það missir þá þarna í raun og veru bara sjálfstæði sitt í einmitt þessum Galísíu orustum. Kannski sér ákveðina svona samhliðu kannski með Ítalíu seinni heimsstyrjöldinni. Já, algjörlega. Það nú gott dæmi. Já, þetta er má ég segja að sko Austurríki þannig séð bara slegið róttöggi bara strax í upphafi fyrir heimsstyrjöldar og verður síðan bara hluti af bara vexti Þýskalands og mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur eða maður getur auðvitað nefnt að því að sko stríðið hefst náttúrulega í Serbíu þess að hoppa hérna fram og tilbaka en þetta gerist auðvitað svolítið svona svipuðum tíma haustið og veturinn 1914-15 er að þeir náttúrulega gera hérna þessa innrás í Serbíu sem að var keyrði stríðið í gang og það þessi hérna Óskar Potjorek sem að stjórnaði þeirri innrás sem var hérna ríkisstjóri í Bosníu fyrir stríð og var meira að segja með Frans Ferdinand í bílnum þegar hann var skotinn lifði það af frægasta launmorði síðari tíma og kaltæðin sögunni var bara skjótaði inn Frans Ferdinand var gjörsamlega á móti öllu hernaðarbröldi og vildi alls engan hernað og mikill friðarsinni og þess vegna er svo kaltænislegt að hann af öllum hafi verið myrtur sem hafi síðan hleypt af stað sko þessari heimsstyrjöld. Frans Ferdinand er auðvitað merkilegu karakter ríkiserfi Austurríkis af því að kallinn gamli Frans Jósef hann náttúrulega var búin að vera síðan 1848 eða eitthvað líka, ótrúlega lengi. Því lengi, hann ætlaði bara stofnun í sjálfu sér, kallinn. Já, einmitt, 2. desember 1848 til 1916 en hann hrökk upp á. Þegar stríðið braust út, þá hafði engin hermaður í sko öllum austurrísk-ungverska hernum þjónað öðrum keisara en Frans Jósef það var engin þekktir eitt annað en bara Frans Jósef hafi verið aðalmaðurinn einmitt hann er alltaf líka bara þetta er sem þegar Elisabeth Bretadrottning dó núna 2022 bara svona kona frá bara annarri öld sko, í bókstaflega náttúrulega en líka bara öðrum heimi einhvern veginn og þarna ertu með þennan kall sem var svona svipað en allavega sko hann átti konu hvað heit hún? Sissi, Elisabeth hún hérna var myrt í Genf ef maður rétt af einhverjum ítölskum anarkista alltaf þessi anarkistar það var aðal hryðverkamenn einmitt 19. aldar og þau áttu þarna krónprins sem átti að taka við en hann framdi sjálfsmorð og hvort það var hérna morð skástrík sjálfsmorð drap kærustuna sína leiðinni eitthvað álíka ég man ekki nákvæmlega hann allavega hann dó
Það var líka landlægt vandamál í Austurríki og Ungverjalandi. Það var sjálfsmorð hjá elítunni. Já. En og þá farið bara í næsta, það var hann enga sonurinn sko, og það var Frans Ferdinand sko, hann er sem sagt sonur bróður hans, er það ekki rétt hjá mér? Það mann ekki. Ég held ég sé ekki að rugla með það, hann er allavega hann bróður hans Frans Jósef var dáinn sko, þannig að hann er þá næstur í röðinni Frans Ferdinand. Já. Og hann er náttúrulega giftur að þessari konu sem er náttúrulega frægasta ástaræfintir í 20. aldar. Já, með sorglega hvernig maður farið með þau og mjög ljót saga því hann virtist að vera ástfangin af henni og góðir foreldrar og þau giftust fyrir út af ást og hún náttúrulega var ekki af nógu fínum ættum fyrir ríkiserfingjan og hún var hún ekki tékknesk og þá hluta því okkur Adolf Hitler hataði bæði tvö. Já. Það var Frans Ferdinand að sörga þetta austríska blóð. Já. Og hann sérst fær að giftast henni en það var samt þannig að hún mátti ekki vera með í neinum opinberum erindagjörðum sem Habsburgara keisari eða ríkiserfi. Þannig að ef hann var að fara til mis í einhver opinbera heimsókn þá mátti hún ekki vera með. Nei. Og börnin þeirra máttu ekki erfa krúnuna. Nei. Af því þetta var ekki nú fína eitt sko. Og til dæmis eitt það sko með eitt af þessu ljótasta líka í einmitt þessu sko það var einmitt það síðan að þegar þau voru jörðuð þá var hans kista aðeins hærri en hennar einmitt. Til þess að sýna munin sko og meira sér í dauðanum þá þurfti að undirstrika þennan mun og þau ætluðu til dæmis heldur ekkert að þarna huga að börnunum hans eða veita þeim neina styrki eða neitt fé og það var mikið baráttumál sko að berast fyrir því að það var einhvern veginn hugsað þau og þeim tryggð fjárhagsöryggi því Frans Jósef ætlaði ekki að hugsa það. En Frans Ferdinand náttúrulega áhugaverður karakter því að hann er auðvitað verið stúderaður svolítið og skrifaður margar ævisögur hann og mikið heimildum til hann eins og bæði skjalaheimildur og annað sem að fjölskyldan hefur átt og annað sem að menn hafa unnið úr. Já. Og hann var allir með alveg hugmyndir og hann kom svolítið að stjórn ríkisins sko eftir 1900 held ég. Það gamlega var orðin svolítið svona gamall og að vera undirbúan sko og hann var með alls konar hugmyndir eins og hvort að hann hafi ekki jafnvel verið með nýstárlegar hugmyndir hvernig hægt að sko endurbæta þetta til þess að koma í veg fyrir frekari vandamál með þjóðnismálin eins og til dæmis svona sambandsríkja lausn sem var svona ein hugmynd sem var stundum fleygt fram. Já, einmitt og Ungverjar alveg hötuð hann og einmitt allt þetta Ungverjar voru mesta íhaldsbáknið í Austurríki Ungverjalandi. Já. Og svo var hann náttúrulega í Sarajevo auðvitað ekki í erindagjörðum sem ríkiserfi, hann var í öðrum erindagjörðum. Ég man ekki hvað, var það því hann var eitthvað tengdur hernum, var það ekki? Já, var það ekki eitthvað við hersins? Það var með mikil tengslu auðvitað þar. Og þá náttúrulega fekk konan að vera með. Já. Og svo átti þetta að vera líka svolítið kæristu paraferð fyrir þau, því þau voru ekkit vöna að vera neitt mikið saman. Nei, mitt. Svona ópenbarlega. Já, og það fór alltaf náttúrulega voðalega fyrir brjóstið á honum. Það satt voðalega í honum auðvitað, hvernig var farið með hana og hvernig hans fjölskylda auðvitað kom fram við konuna. Og svo náttúrulega var hún skotin og lést samstundis og hann líka. En aftur að honum sem ég ætla að tala með hann, Potiorek, sem var í bílnum með þeim. Að því að hann síðan látinn fara fyrir þessari innrásandi í Serbíu í ágúst, haustið. Og hann reynir 3 innrásir og það mistakast allar. Já. Og náttúrulega, vel að merkja náttúrulega, serbneski herinn er náttúrulega búin að vera í stríðsbröldi, sko. Þeir eru búin að vera í Balkansstríðunum. Og var ekki þessi Pútník sem fór fyrir serbneska hernum. Já, serbneski herinn í raun var eitt sá best þjálfaðasti á þessum tíma með þeim það í huga að þeir voru búin að vera í hernaðarbröldi og miklu hernaði lengi. Já. Náttúrulega byggir upp þetta gífurlega þjálfun með að vera bókstaflega í hernaði. Já.
Þú getur borið þetta saman við eins og það herþjálfun á þess að vera í hernaði er svolítið eins og að læra að synda á þess að vera í sundlaug Þú getur lesið bækur það og pröfa sundtökin á landi og einhverja öndunartækni og eitthvað þannig en þú veist, það jafnast ekki á við að fara í sundlauginu og synda Já En síðan textum þetta á lokum í árið 1915 að því að einmitt Þjóðverjar kom inn og Búlgarar reynda líka og textum á endanum að sigra Serbíu og hernema Serbíu og þá textum líka og þá náttúrulega Þjóðverjar að því við erum náttúrulega að tala að austurríski-ungverski herir er búinn að þá eru það Þjóðverjar sem að ná að keyra það að þeir ná aftur Galísíu þegar ekki Jú, þeir ná síðan að keyra rússana út og þá náttúrulega búið að brenna líka Galísíu og þú þá búið að eyðileggja mikið innviði þannig að Galísía náttúrulega var ekki jafn nýtsamleg og að höfðlínast tekist að verja hana frá upphafi Já og þá er ég núna að hugsa fyrst og fremst alltaf matvæli þú veist, matvælaframleiðslan skiptir náttúrulega gífurlega miklu máli síðan eftir því sem leið á stríðið og til dæmis það sem að Þjóðverjar sérstaklega pressuðu á Rússa eftir friðarsamningana það var einmitt matvæli að Rússland myndi flytja mikið korn og gætu til Þýskaland því náttúrulega þýskur almenningur var náttúrulega bara svelta Já einmitt þannig að já En þetta er líka mitt að þú segir búið að brenna Galísíu að þetta er annar punktur í þessu sem að einhvern veginn gleymist og hefur ekkert komið neitt mikið fram sem er þetta sko að það voru þarna ódæði unnin Já og svona hlutir sem að þú sérð síðan koma aftur í seinni heimsstyrjöldinni og síðan í Júgóslavustríðunum og þetta svona þjóðernis ofbeldi Já. og ódæði bæði austurríkismenn í Serbíu og síðan rússar þegar þeir koma á hernema Galísíu þá byrja þeir alveg sterkt svona rússifiseringar verkefni af því að þarna séu enduróma af til dæmis því sem við sjáum í Úkraínu til dæmis rússar koma inn og þeir segja Galísía hefur verið undir stjórn Austurríkis Ungverjalands hér í áratugi en er að sjálfsögðu ekkert annað en rússneskt kjarnaland Þetta heitir ekki Lemberg lengur, þetta heitir Lviv, einmitt og þarna og mér finnst líka svolítið áhugavert þegar við tölum þetta að einmitt þess að við nefndum einn aðan Þjóðverjar komast í kynni við slavneskar þjóðir í austri og mér finnst svolítið svona eins og við stundum talað að það er svolítið erfitt að mér finnst að sko fyrir og seinni heimsstyrjöldinni er svolítið sami hluti sami hluturinn og þú fær einhvern veginn að sjá þetta mynstur sem er sko Þýskaland fær þessa hugmynd skilur að þeir ætla að vera eitthvað svona meginlandsveldi, þeir ætla að drottna yfir mið- og austur-Evrópu og þeir byrja að gera það bæði til dæmis með Brest-Litovsk 1918 og þeir byrja líka að dominera yfir þá sko Austurríki, Ungverjalandi, Rúmeníu, Búlgaríu sem er þá í verkefni sem er byrjað þarna eða þróun, getur við sagt, sem er byrjuð þarna sem að nazisternir taka upp þráðinn með Já, algjörlega því það spilur náttúrulega líka inn í þarna það er náttúrulega bara svona hvað við segja geopólitísk markmið sem er svolítið svona borðleggjandi eins og bara til dæmis það að Þýskalandi vantaði olíu hvar færðu olíu í Evrópu á þessum tíma, það er eitthvað í Rúmeníu og svo náttúrulega er það Azerbaijan eða þú veist, Bakú það er skynsamlegt að ná í olíunu þar og þessu er náttúrulega svipum markmið menn voru að dreyma náttúrulega það í fyrri heimsstyrjöldinni að reyna að ná olíunu þar hvar eru stærstu kornræktunarsvæðin? Úkraína það er búið að loka hérna á höfum við getum ekki flutt inn matvæli hvað hernaðarmarkmið við getum sett okkur til að leysa það vandamál Úkraína, náum henni og þetta er á réttu að það hangir saman eins og til dæmis ef ykkur eftir 1000 ár þá er alveg pottið verður ekki að tala fyrir og setni heimstyrjöld þá er þetta að kalla eitthvað saman það verður lítið átt sem sama stríði eins og bara við tölum 30 ára stríðið eða Pelopseyjarskaga stríðið það var nokkra ára vopnahlið þar líka en við köllum það samt sama stríðið og
og 30 ára stríð, þú veist, það voru svona mismunandi, þú veist, danski kóngurinn kom þarna inn og síðan hætti hann og komu Svíjar og svona, þú veist, við köllum þetta samt bara 30 ára stríð. Já, mjög góða punktur. Og ég held að vera eins með seinni heimsstyrjöld, fyrr og seinni, já. Þessna veist mér gott í íslenskunni að við tölum fyrri og seinni heimsstyrjöld en ekki fyrsta og önnur eins og í öðrum tungumálum. Já, mitt. En já, þetta er áhugavert. Þú getur kannski séð einmitt sko, þetta getur nefn bara gerðist þarna þegar Austurríki-Ungverjaland bara verður að leppríki og allt í einu sigraði Rússa og Rússa gefast upp og þeir bara fá hann upp í hendunda bara hann Eistland, Lettland, Litáen og Hvíta-Rússland og Úkraínu allt í einu bara leppríki og þess vegna líka svo áhugavert með söguna hvernig hluti vindu upp á sig, það er náttúrulega eins með Breta og Frakkar, þú veist, Frakkland, markmið Frakklands í fyrri heimsstyrjöld þegar þetta byrjar, þeim langaði náttúrulega til þess að ná hvað kallar þetta? Alsace-Lorraine. Já, ég ætla að vera meira að hugsa Alsace-Lothringen, er ekki einhvern veginn þannig sem þjóður þetta segja þetta? Já, það segir við ekki lengur. Nei, það segir við ekki lengur, það er allavega að ná því það var það sem að héti að styrjöldin brýst út, en svo allt í unn eftir fyrir heimsstyrjöld og þá eiga Frakkar það sem í dag er Líbanon og Sýrland og Bretar eiga Palestínu og Írak. Já. Þú veist, það var ekki hernaðarmarkmið þegar stríðið byrjaði, en svo vindur þetta allt einhvern veginn upp á sig. Algjörlega, og ég meina Ottomanríki var ekkert eins og með í styrjöldinni þarna 1914 þegar komaði þarna hvað, 15 aðeins setna inn og þá allt í einu svona, hörðu, hér opnast möguleikar. Herru, Ítalía, við erum að tala um þá að því erum að tala um Austurríki-Ungverjaland. Ítalía var hluta af miðveldunum til að byrja með, skipta síðan yfir í skiptum lið. Já. Mestu drullustokkarnir, það er bara hver býður hæst. Skiptum lið 1915 og þá er Austurríki-Ungverjaland opnast þarna nýjar vígstöðvar. Svipa gerist með Rúmeníu seinna í stríðinu. Rúmenía var hlutlaust, Ítalía var ekki hlutlaust en Rúmenía var hlutlaust, kemur síðan inn og opnast nýjar vígstöðvar þar sem Austurríki-Ungverjaland er að berjast við. Eða á Þjóðverjar skástrík Austurríkismenn en víglínan við Ítalíu, þar voru rosalegir bardagar og þetta var mikið í fjöllunum þarna. Já, það var hryllilegar orðstur. En þar var einmitt kannski þar sem Austurríkismönnum gekk hvað best. Svona heilt yfir litið. Þar svona hernaðarlega. Þar var ekki valtað yfir á þessu alls staðar annars staðar. Nei, þannig að það bærast eitthvað jafn lélegan, það rítáðir sem næstu því voru nú bara sleiknur út í stríðinu, þetta gekk svo ömurlega hjá þeim. En það eru 2 punktar sem hafa verið nefndir í þessu. Fyrstilega það auðvitað bara þeir voru í miklu betri stöðu landfræðilega, þeir voru og þeir voru berjast í fjöllunum þessum menn voru sko hermenn voru að deyja bara og líka úr kulda og snjóflóðum og ykkur svona sko. Og svo er það sko að allar þessar þjóðir, slavnesku þjóðirnar þær nefnilega voru ekkert svo rosalega hrifnar af því að berjast við Rússa en þeim fannst ekkert mál að berjast við Ítali. Minnstamáli, Slóverarnir vildi alls ekki vera hluta Ítalíu. Menn voru að veigra sig við að senda pólskar hersveitir eða tékkneskar hersveitir að berjast við Rússa vegna þess að þeir áttu til að fara bara yfir. Já, það er það sem er svo áhugavert. Ég hef á tilfinningur að það var meira eitthvað sem sko herforingjarnir voru að halda á lofti að því til dæmis tölur yfir liðhlaup endurspegla það ekki og til dæmis með þess að Úkraínumenn og Pólverjar, það streymdi alltaf að Pólverjum frá rússneska Pólandi yfir til Austurríki-Ungverjaland til þess að berjast verka með þeim. Og svo náttúrulega líka kemur inn í þetta gyðingarnir því til dæmis sko Austurríki-Ungverjaland var mjög umburðarlynt gagnvart gyðingum. Það var alveg ótrúlegt að lesa, það var eiginlega engin gyðingaandúð þar á meðan allir með þessu Rússar tóku til fanga sko 500.000 gyðinga í fyrri heimsstyrjöld. Og það var meira að segja Rússlandi var að tala um það sko það var mikil gyðingaandúð þar. Og til dæmis sko í Þýskalandi Þjóðverjar, það var einmitt með tölur yfir þetta líka held ég frá árunum í kringum 1880 held ég til 1914 þá þjálfuðu þeir 30.000 gyðinga sem foringja. Enginn af þeim fekk stjórn eða mannaforráð
á meðan í sko austurísk-ungverska hernum gyðingar voru kannski 5% þjóðarinnar en þeir voru alltaf 17% af varafóringjum og 23% af svona opinberum starfsmönnum sem voru líka með hertegn. Þannig að þú veist, það var mikið af gyðingum þar og sérstaklega mikið af læknum. Það er aðal stereotypan, það er gyðingalæknirinn í Austuríki-Ungverjalandi. Það er ekki tilvíðin með Sigmund Freud og allt þetta. En það er áhugavert einmitt að þetta sem líka í Austuríki-Ungverjalandi og þeir voru meira að segja líka í hernum voru þeir, ég er náttúrulega sérstaklega áhuga á því með herpresta og herrabbína og herímama af því að veist, allir voru hliðhollir og góðir þegnar Frans Jósefs. Það er ekkert svona þjóðernis og trúar deilur sem auðvitað var síðan undirliggjandi en þú veist, herinn vildi ekki viðkenna neitt slíkt. Nei. En þetta var sem er mjög áhugavert þessi saga. Já. En síðan líka því að tala Ítalina og menn og slavnesku þjóður vildi endilega berast við Ítalina hann Konráð sem var nú yfir austurísk-ungverska hernum það var líka eitt af því sem hann dreymdi og vildi sérstaklega sko, það var alltaf mikil andstaða við Ítala og mikla deilur því Austuríki-Ungverjaland og Ítali hefur náttúrulega barist töluvert en síðan líka eins og við höfum verið nefnað við höfum fara oft inn á hennar mennska þátt eða einstaklinga Frans Ferdinand og svona til dæmis með hann Konráð það sem er svo áhugavert með hann var nú yfir hernum sko, stór hluta af því sem stýrði honum og hans ákvörðunum að fara í stríð og allt þetta og tala fyrir stríði það var nú bara frilla hans og hans ástarlíf Já, ég veit, já að því að sko, hann átti sér ástkonu sem var gift Já, hvað var að kalla þú veist, hún var gift og hann var alltaf að halda við hann og þetta var mikill skandali og hún náttúrulega vildi ekki skilja og fara frá kallinu sínu sem var einhver yðinjöfur og ríkur kall í Vínaborg en Konráð dreymdi það ef hann myndi ná að vinna stríð ef hann verið stríðsetja þá kannski myndi konan fara frá kallinum Einmitt. og það er kannski grátlega sko til þess að þegar hermennirnir hans voru að deyja í Karpaþíu hernaðinum og þá var hann í villunni sinni með sinni kærustu og spila tennis og drekka kampavín og hann komst síðan upp með það, hann lifið af stríðið og hún skildi síðan kallinu endanum og giftist Happily ever after honum, þannig að hann fekk happily ever after og það er líka áhugavert að því núna tala söguskoðun þessi saga er sko alveg þvílíkur smánarblettur á sögu Austuríki-Ungverjalands og austuríska hernum og þetta var alveg skrifað yfir og falið og austuríski sagnfræðingar og sérstaklega sko aðgangur að þessum hernaðargögnum og skjalasöfnum og slíkt og það er alltaf skrifað á svona opinberar hernaðarsögur Jú Þetta kom ekki almennilega fram fyrir sko mörgum áratugum seinna Þetta var alveg falið Einmitt. og sér kemur líka inn í þetta þú veist eins og það sko njóstnir hjá Austuríkis-Ungverjum að sko einn aðalhersöðingi þeirra yfirmaður held ég leyniþjónustu hersins eða eitthvað slíkt hann seldi Rússum herplönin og áætlanirnar þannig að Rússar voru með gott yfirlit yfir það hvernig Austuríki-Ungverjaland ætla að kalla út herinn og senda hersveitir fram og allt slíkt og þá sér maður líka þetta sko kannski þetta gamaldags ríki að Konráð til dæmis hann pressaði á það að þessi maður er ekki yfirheyrður eða neitt slíkt heldur hann pressaði til þess að fremja sjálfsmorð sem fyrst þannig að þetta var allir ekki rannsakað almennilega þannig að Austuríki-Ungverjaland komst aldrei að því nákvæmlega hversu margir í hernum til þess að selja Rússum upplýsingar hversu margir njósnarar voru það var hefur verið svona feimnismál pressaði bara á gamli skólin nú þurfum við að verja heiður okkar fjarlæga vandamál sem fyrst, hann fremur sjálfsmorð og þetta til dæmis leiddi til þess að allir njósnarar Austuríkis-Ungverjalands í Rússlandi voru teknir til fanga þannig að Austuríki-Ungverjaland misti alveg sitt njósnakerfi þar en núna þeir eru búin að hrauna svo mikið í Austuríki-Ungverjaland það er eitt sem þeir voru rosalega framarlegi og voru fremri öllum öðrum en það var sko að hlera svona hvort það sé ekki símskeiti og slíkt En voru þeir ekki líka með að því að sko
þú varst að segja þetta með þessar tölur og svona og hversu illa undirbúnir þeir virtust vera herinn svona frekar illa þjálfaður og svona Jöp. Og til dæmis þegar koma búnaði Já. að þá voru þeir aftar til dæmis þjóðurum sérstaklega eða koma svona fancy fallbyssum og dóti en ekki talað samt að þóður hafi kannski ekki verið með að þú veist verið með mikið af þeim það áttuður samt þokkalegar fallbyssur sem voru þessar skóta fallbyssur Jú, sem báru af og voru betri en þýskar fallbyssur og þessar fallbyssur fengu sko þjóðverjar á láni til þess að sprengja þessu öflugustu virkillins í Belgíu og þar og þarna sjá enn aftur ef Ungverjaland hefði nú bara spilað með og það hefði sett mér peningur í herinn að það hefði Austurríki Ungverjaland alltaf getið verið margfalt öflugara ríki og það var spurning hvernig fyrir heimsstyrjöldin hefði farið. Ég var hans að lesa hérna í gær svona sagnaröddun þetta svona á 20-stöldinni Austurríki Ungverjalandi stríðinu og kannski svolítið svona þessa hernaðarsögu líka að sko menn byrjaði mitt sko mjög snemma að gefa út svona diplomatísk skjöl og það var eitthvað sem menn gerðu í öllum löndunum mikilvægar heimildir til að skoða 1914 til þess að mörguleiti til að réttlæta eða þess að þjóðverjar voru náttúrulega því til þess að út af þessu Kriegschuld Frage hver var vondikallinn þeir voru náttúrulega látnir skrifa undir Versailles-samningana sem var sagt að þeim að kenna að þeir störstuðu stríðin þannig að og Austurríkismenn gerðu þetta líka þeir byrjuðu strax 1915 bara meðan stríðin var náttúrulega í gangi sko gaf út að það sem hefur verið kallað svona rauða bókin skilurðu til þess að réttlæta og svo eftir stríði þá 1920 kemur út sko 11.000 skjala pakki sko frá Austurríki Ungverjalandi sem heitir eitthvað svona leynisaga eða eitthvað ég með þetta Die politischen Geheimsverträge Österreich Ungarns það svona leyndarsaga 1879-1914 sem að var þá í rauninni sko afleiðinga því að þeir höfðu þá tapað voru ekkert að reyna að fela neitt sko Nei. En síðan áttu með ótrúlega mikið henduminningum og og til minnst þessi Hötzendorf Handlimis einn af þessum sem að skrifaði svona endurminningar til þess að bara svona það sem hann í rauninni tekur enga ábyrgð á þessu og kennir bara öllum öðrum það var bara Frans Jósef og allir hinnir í ríkisráðinu og svo sem áhverð með hann líka hann Konráð Hötzendorf að sko Austurríki náttúrulega líka eftir seinni heimsstyrjöld að því náttúrulega verður vel að horfa alltaf saman núna þegar við hugsaum sögu skrifin þá náttúrulega vantaði líka Austurríki síðan þegar Austurríki að byggja náttúrulega upp sitt eigi ríki eftir seinni heimsstyrjöld og svona og austurríski herinn þurfti þá náttúrulega líka kannski einhverja svona fígúrur eitthvað sem getur hort tilbaka til eitthvað sem getur byggt aldrei upp á og þá var Konráð mjög góð persóna fyrir það þannig að þeir notuðu hann mikið því hann var ekki þjóðveldissinni hann var náttúrulega ekki neinu tengslu með nasismann eða neitt slíkt þannig að þessuna líka var hann voru mikið varin sko, fyrstu áratugin eftir seinni heimsstyrjöld og ég ákveðt skrifað hann Er það ekki alveg ennþá svolítið? Já, það er ennþá svolítið þannig en það hefur verið að breytast ég held og ég byrjaði ekki að breytast almennilega fyrir bara upp úr sko 9. eða 10. áratugnum Ég ætla að segja, er það ekki ennþá svolítið þannig að það er alveg það er alveg viðhorfa hans hafi verið snillingur og mikill strategisti og svona jú. Og svo er það sem að hann hafi bara verið versti hersuðingi allra tíma jú. Vegna þess að þetta var einmitt sko svolítið svona sagfræðilegt svona ekki tvö svona mismunandi viðhorf sem ríktu á millistríðsárunum það var þetta sagt, af hverju klúðruðu þeir þessu svona í Galísíu og þá var það annars vegar svona sem að var svona þessi official skóli sem að einmitt voru margir sem að höfðu tengsl við KUK það er skamst að KUK sem er hann Kaiserliche und Königliche þessi ríkisherinn aðalherinn sem var yfir báðum Austurríki og Ungverjalandi skamst að KUK
Kuk. og þeir eru tengsl sko, og til dæmis las ég hérna í gær að sko í aðalstríðsskjalasafninu þar voru menn alveg bara á, þú veist, á þeim skóla sko, og þar er sérst verið að réttlæta og við svona heimildaútgáfum sem voru að koma út, þar voru menn að bera fram þá söguskýringu að konunglegi að keisaralegi herinn var vel undirbúinn og bara með flotta hermenn, flottan búnað og allt í góðu og flott plön en það klúðraðist fyrsta lagi vegna þess að rússar voru svo margir og þeir bara gátt ekkert stoppað á, og svo hins vegar vegna þess að Þjóðverjar komið mikið til hjálpar eins og þeir ætluðu að gera einmitt, og þá er aftur þessu sem við vorum að tala áðan en mismundi sín sem er ótrúlegt að menn hafa ekki tekist að einhvern veginn bara finna út úr og þannig að sko menn voru ekki, þannig að það var einn svona söguskýring og svo voru þá aðrir sem voru að segja þá hinn skólinn sem er þá sem kannski hefur orðið svolítið ofan á kannski, sem er að þetta hafi bara allt verið fucked up og þessi gaur hérna sérstaklega Hödsendorf hafi verið algjör hálfviti en svo dettur þetta svolítið niður þessar umræður eftir seinni heimsstyrjöld og aðrir hluti sem menn er að spá í sögunni en er síðan að koma mjög sterkt inn aftur núna á 21. öld, sérstaklega mitt út af þessu aldarafmæli og það er bara mikil svona, mikil umræð og mikið af rannsóknum og fræðimennsku í kringum fyrir heimsstyrjöldina. Já, algjörlega. Já, ég á tilfinningunum að þetta hefði verið illa skipulagt og hann Konráð hafi verið ekki starfinu vaxinn. Nei. En ekki það, þú veist. Jú, náðu að hrinda hinn og þessu, en það er bara svo ótrúlegt sérstaklega að lesa þetta, hvað hann var upptekinn náttúrulega bara af þessu framhjáhaldi sínu hvað fóð mikil orka í það og svo líka allir þessu óskhyggja eins og þú nefndir þetta Þjóðverjar sáu fyrir sér að Austurríki-Ungverjaland myndi gera svona og svona Austurríki-Ungverjaland sá fyrir sér að Þjóðverjar myndi gera svona og svona og svo var alveg augljóst að hvorugur var að fara að gera það sem hinn bjóst við en það sagði síðan hérna eftir Galsíustríðið eða fyrstu orðstundar sko, þá sagði einmitt þýski herfóringi sem var þar einmitt svona fylgjast með svona liaison eitthvað þá kallaði hann þetta hálfbalkaniseraða land Austurríki, þú veist, hann sendi bara skilabóð heim bara þetta eru auðmingjar, þeir get ekki neitt Já sko Þjóðverjar, það er frægt hugtak það er sérst að þeir voru hlekkjaðir við lík sem oft er notað, það hefur verið ykkur Þjóðverjar sem sögðu þetta og haft eftir þeim og þetta lík var náttúrulega þá Austurríki-Ungverjaland sem að Já en það er líka, bara allt með þetta í hug Slamperæ ég held að það sé orð það er svona slaki í þessu einhvern veginn. Já, þýskt hugtak. Já, þýskt orð, það er mikið notað í Austurríki-Ungverjalandi. Það er alltaf slaki í öllu. Þú veist, það er ekki búið að strekkja þetta almennilega, þannig að þetta virkja almennilega, þetta er allt svona aðeins slakt. Já. Og það verðist vera voðalega líka einkenna allt sem Austurríki-Ungverjaland gerir. Já. Eins og bara þetta lestakerfið, að lesta þetta keyra á 18 km hraða. Í staðan fyrir að þú keyrir lestinu auðvitað eins rætt og mögulega getur til þess að koma hermörunum fram á vígstöðinni eins rætt og getur. Það er alveg ótrúlegt eitthvað svona einfalt atriði sé að menn líði það. Já. Það var einmitt þetta slamperæ eða hvernig sem að slamperæ er hvernig sem að segja það. Ég lærði nú þýsku á sínum tíma þannig ég ætti nú að kunna þetta en ég er nú bara svo afleitur í tungumálum þó ég sé búin að vera í alltaf eitthvað í hinu og þessu. Mér langar að læra betri þýsku. Já, ég er sammálaður. Ég hef líka alveg, mér langar mikið til þess að læra almennilega þýsku, það væri mjög gaman. Þannig vinna vinnufélagi minn sem er að spila núna World of Warcraft á þýsku til þess að læra þýsku. Já, það er sniðugt. Ég hef nú pröfað þetta með Lord of the Rings Online, ég spilaði hann á þýsku á tímabili. Já, líka aðra töluleiki. Ég get lesið hans þýsku, ég get kraplað mig fram úr eitthvað svona einföldu og skila eins og svona, en ekki að ég áttaði mikið eftir það væri gaman að læra þýsku almennilega. Herru, við þurfum að fara að koma hérna að endinum bráðum. Hérna eitt áhugavert í þessu sem er hérna þetta með svona markmiðin og tengið svolítið þessari samvinnu eða samvinnu, ekki samvinnu milli Þjóðverja og Austurríkismanna. Það var hérna á tímabili hugmynd sem að hefur ekki verið mikið talað sem hefur verið kallað sko austurísk pólska lausnin.
sem að var hugmynd sem að hafði komið upp snemma í stríðinu áður en Austurríki-Ungverjaland hrundi sem var sko hvað á að gera við Pólland vegna þess að Pólland var eins og við vitum náttúrulega land sem hafði verið þurrkað út á kortinu eins og frægt á 17., 18. og 19. öld fram á 18. öld það sem er Austurríkismenn fengu þarna hluta af Pólandi og Prússar skástrík Þjóðverjar og svo Rússar og það er þar sem allt þetta Galísjudæmi er að eiga sér stað og þá ein hugmynd sem svona lausn á þessum svona pólska vanda ef svo má kalla eða ekki vanda kannski en svona ákveðnu spurningu sem er svona hvað á að gera með Póland þegar það er svona skipt og Rússar og við þá Austurríkismenn og Þjóðverjar erum að fara kannski mögulega að sigra Rússa í stríði vegna þess að við tölum skilur það var alveg hægt að ímynda sér möguleika þar sem að Austurríkismenn og Þjóðverjar versus Serbía og Rússland er einangra stríð í Austur-Evrópu já þó svo það sé kannski svolítið langsótt en þá er það alveg svona hugmynd sem hafi komið upp áður en þá var sérst einu þessi hugmynd sem var svo sko hvað ef við stofnum hérna sérst pólskt konungsríki úr þessu í miðjunni hérna sem að við setjum eitthvað svona Habsborgara á krónuna og annarkur getur hann verið þá sko hluti af Austurríki-Ungverjalandi eins og Ungverjaland var undir sko keisaranum eða þá að það er svona leppríki sko og þetta var ákveðin hugmynd sem og það kannski sýnir eftir þetta sem vorum að tala um alveg upphafi með anakrónisman að þú veist svona hugmynd getur alveg gengið ef þú ert eitthvað svona keisaradæmi sem var að byggta okkur svona dynasty-dæmi sko já, einmitt en síðan náttúrulega var þetta þjóðnismálu þetta orðið það mikið vandamál til dæmis þegar að koma Serbíu þeir voru ekkert allir sammála hvað áttu að gera við Serbíu eða myndu vinna og þeir eru innu af því að þá voru þetta til þeir sem vildu innlima bara Serbíu en síðan voru alltaf margir aðeins sem sögðu bara hefðu nei takk, sérstaklega ungverjarnir bara nei takk, við viljum ekkert fá neina fleiri slafa hérna inn skilur við? Nákvæmlega Þetta var djúspela sem þess að slafa ekkert við að vesar, já en síðan gerist það einmitt áhverfni með þetta Póllandsdæmi sko, þessa pólsku hugmynda því að Þjóðverjar voru jafnvel sko svolítið jákvæðir í garð þessari hugmyndar í byrjunni en síðan náttúrulega mistu þér áhugan þessu að þetta var það sjálfsögðu náttúrulega bara langt frá því að vera raunhæf hugmynd þegar Austurríki-Ungverjaland treinur í og verður að leppríki Þjóðverja og það sem síðan gerist auðvitað í praxis eins og við þekkjum 1917 eða 1916 þá er stofnað pólskt konungsríki því að Þjóðverjar náttúrulega ná að hernema þetta svæði af Rússum og það er stofnað pólskt konungsríki sem að er þá þýskt leppríki sem að verður síðan undanfæri að pólska lýðveldinu eftir stríð já það er áhugavert það var svona undir loki endaði þannig einmitt að Galísía þá einmitt endaði þá sem hluti af þessu pólska ríki öll Galísía já að því Pólland var svo austarlega Pólland var fært vestur eitthvað 100 eða 200 kilometra eða meira eftir seinni heimsstyrjöld einmitt, þetta er hluti af hluti af Hvíta-Rússlandi og Úkraínu, þetta var allt pólskt einmitt, þetta er hluti af Pólandi millistríðsáruna já síðan raunur allt annað fyrirbrigði en Pólland sem kom eftir stríð já líka landfræðilega séð eins og bara alltaf stór hluti af því sem gamla Þýskaland það verið þýski mörg hundur ára og allt í norður pólst einmitt sem alltaf líka áhuga segja algjörlega þarna eru margar sögur sem að við þurfum að skoða betur setna og nú erum við búin að tala um heimsins stærsta málefni í einum þætti mikið búið að fara hér úr einu í annað en það er auðvitað alveg nóg að svona undir þemum sem eftir að taka fyrir betur það var að skjóta líka inn Tito hann barðist í fyrir heimsstyrjaldi sem ungur maður það er líka, nú manið þetta ekki nákvæmlega þeir náttúrulega voru margir hérna tengdir auðvitað fyrra stríði
þeir sem átt eftir að spila náttúrulega mikilvæg rullu setna mér, þú veist, svo Tito og svo náttúrulega þarna hershöfðingjar og svona Zhukov til dæmis og við það náttúrulega Adolf Hitler og Mussolini og Stalin og allir þessi kallar við þessu, það hafði náttúrulega áhrif á alla. Jú. Adolf Hitler, Já, austuríski korporallinn. einmitt sem vildi ekki berjast í Slavaríkinu, Austuríki, Ungarlandi og fór þessari til Þýskaland þess að berjast í fyrri heimsstyrjöld. Nákvæmlega. Herðu, þetta var smá nasaþefur af Austuríki í fyrri heimsstyrjöld. Við munum tala meira Austuríki og Ungarland síðar. Það af nógu að taka þar. Ég fann að laka til að fara til Vínarborgar í sumar. Já, það verður geggjað. Mér dreymir sérstaklega að fara í siglingu, byrja í Þýskalandi og sigla Dóná og eða góðum tími og stoppa í öllum þessum borgum og sjá þá einmitt stórun hluti af Austuríki og Ungarlandi. Einmitt. Það held ég að vera rosa skemmtileg ferð og við vorum voða mikið að fara til Vínarborgar einmitt líka. Já. Herru, þá skulum við segja þetta gott hér af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag. Við snúum hér aftur í næsta þætti þar sem við ætlum að ræða með ykkur önnur málefni, býst ég við. Við ætlum ekki alveg að gefa okkur fyrir sumarfríð, við ætlum að taka nokkra þætti áður en við tökum okkur pásu. Já. Við hvetjum hlustendur til að kíkja okkur á Facebook. Það er hægt að hafa samband við hlaðvarpið. Það er líka hægt að hafa samband við okkur á söguskoðun@gmail.com. Söguskoðun.com er vefsíða þáttarins. Að því sögðu kveðjum við héðan í dag. Verið sæl.